Þessi þáttur í boði Pop Smells, nammi frá Nova Sirius, súkkulaði og pop, kemur í 2 bragðtegundum, melnið súkkulaði, piparduft, persónulega ég reyndast á piparduftunum, ég get endast á þessu og það skemmir ekki fyrir, þetta passar mjög vel með flottri bíómynd. Og ef þið hafa áhuga að hjálpa mér að stækka podcastið, þá með ég bara endilega fylgja mér á Instagram, YouTube, Facebook, bara öllum þessum miðlum og ekki gleyma, kaupa Pop Smell. Þetta geggjuð gleraugu. Takk maður, þetta er mitt nýja þing, sko. Það stendur That's Hot. Og það lúkkar hann sérst mjög ánægð með þessi gleraugu. Ég er það, þeir eru partur af mér, sko. Hvað finnst þér svona töffuð? Textin? Sko, liturinn og lagið og líka sérst, skilur, í augum mín. Ég er ekki eins og bara kann ég veist, þú sér ekki hvert ég er að horfa, skilur. Kann ég veist þannig? Þannig er alltaf með sólgleru, svona dökk. Já. En nú er ég með sólgleru en fólk sér samt fallega augum mín. Nei. En þetta er svo sólgleru? Já, þetta er sólgleru. Og finnst þér, er þetta góð sólgleru eða er þetta bara lúki? Sko, þau eru alltaf læg, en þau gera ekkert helling. En voru þau dýr? Getur þú sagt það? Nei, það var ekki dýr. Er þetta eitthvað 1000 kall bara á bensinstöðu það? Nei, reyndar ekki bensinstöðu, en þetta er ekkert eitthvað alvöru Gucci dæmi, skilur. Nei, en er ekki að segja það bara við fólk? Það er ekki töff, maður verður að vera real, sko. Ég reyndi að sammálaði það. Það er ekki coolar og fake. Líka fólk sé alltaf í gegnum það. Nákvæmlega. Bara strax. Nefnilega. En mér finnst það er svona cool að hafa sko texta. Já, Ég held ég aldrei sé þetta á sólglerum öður. That's hot. Bling. Já, svona bling. Þetta er mjög töff. Svo er maður hálsmenn líka. Það er eitthvað rándýrt. Nei, það er ekki dýrt heldur. En þessi hringur var dýr. Þetta er giftingarhringur til sjálfum minn. Ha? Já. Er þetta að kaupa svo leiðis? Já, þú veist, ég keypti hann ekkert eitthvað á giftingarstofu, skilur. En bara ég keypti hann handa sjálfum mér. Sem giftingarhring? Já, og ég átti einu svona trúlofunarhring til sjálfum mér. Hann var ekki alveg en þessi alveg. Og þú var aðeins útskýrt þetta. En þetta er kannski ekki svona hefðbundi. Og var þetta alveg meðut ákveðin þú keyptir hring? Já. En þú ert ekki gift sjálfur á pappírum? Nei, ekki pappírum, en í hausnum á mér. En er það hægt, veistu það? Er þetta að gifta sjálfur sér? Ég held ekki, en ég sá eitthvað á netinu og var einhver gæla að gifta sjálfur sér. En það er alveg aðeins svo mikið. En er þetta meira svona djókjaður eða? Þetta er bæði djók og ekki, sko. Snýst þetta svona svona bara elska sjálfum sér? Elska sjálfum, já, nefnilega. Og er þetta svona þess að minna á það eða? Já, algjörlega, bara svona self-love, you know what I'm saying. Af hverju veistu það skipt svo miklu máli? Af því að, ég var alltaf ógeðslega miklu samböndum til unglingur, en ég var bara í samböndum með einhver random fólki. Ég þekkti þetta fólki í rauninni ekkert, maður pælir í því. Maður er bara að eyða nokkrum árum með einhver random manneskjum. En mér finnst ég eina, sem er verðug núna, til þess að vera kærasta mín og líka að deyta sjálf sig, það er ekkert eitthvað endilega að fara að deyta með sjálf sig, heldur bara svona hugsa sjálf sig, vel sjálf sig eins og maður gerði við aðalinn sem maður var með, sem var ekkert það mikið verðið, skilur, og maður er alltaf með sjálf sig, skilur, okkur ekki njóta þess. En þetta er rosalega, finnst mér sjálfgeft, svona að fólk elski sig. Já, mér finnst það mjög sætt, það er orðið einhvern veginn get tabú. Já. Að ég er ekki þannig sjálfselsku. Nei, ekki svona selfish, heldur bara svona að elska sjálfa sig. Bera virðingur sjálfum sér, elska sjálfum sig. Nákvæmlega. Mér finnst það ótrúlegt, því að maður er búin að kynast alls konar fólki tíðina. Og mér finnst það skrítið. Ég elska sjálfa mig. Já, nákvæmlega. Mér finnst ég aðeinslur. Það geggja. Skilurðu? Nákvæmlega. Akkur ætti mér ekki að þykja svona vænt um mig. Akkurat. Þú ert alltaf með þér. Þú fæðist með þér, þú deyrð með þér, eitt af bestu ráðum sem mamma og pabbi gaf mér er bara, þú getur bara treyst sjálfur. 100%. Sem er bara þannig, skilja. Það er bara þannig. Þannig, og mér var alltaf langað í hring. Ég ætla bara að gefa mér sjálfur mér það, skilja. Ég var bara að bæla hvort þú keypt hringinn, svo eftir að hugsa með þér, þetta er svona giftingur, eða fórst út í búð. Ég fór sko í búð og sá hann og svona, þetta er giftingarringur minn, skilja. Svo ég var ekki að fara út í búð til að kaupa hann, en ég sá hann og bara, I love him. He's for you. En mér er svona geggjað, þú ert ekki feiminu með viðkjum þetta. Nei, alls ekki. Það er heldur ekkert skömmilegt við það, þetta er bara fallegt, skilur. Já.
Og líka, hver mikið drullasama hvað öðrum finnst? Amen. Ég er búin að skoða þess Instagram hjá þér Já. og ég hugsaði með mér, ok, þú veist, ég er mjög spenntur að hitta þig að ég elska fólk sem er sama hvað öðrum finnst. Nákvæmlega. Og það lúkkar eins og þér sé alveg sama. Mér er alveg sama, en þú veist, ég var í ljúga, ég myndi segja að það hefur ekkert stundum áhrif, skilur, en með tíman þá er mér bara svona, ok, veist, ég er lifið fyrir mig sjálf mig, ég get ekkert lifið fyrir annar fólk, ef ég reynir það, þá minn samt alltaf einhver verið sem er bara eitthvað, skilur. Og þú veist, álit annara, þegar öll er að báðum kvöld, þá skiptir þið einhver máli. Nei, það sem skiptir mestu máli er hvað þið finnst, skilur. Já. En finnst þér eins og með samfélagsmiðla, hvað finnst þér þetta? Þú veist, fílar þetta? Bara yfir höfuð, Instagram, allt þetta dæmi. Sko, svona... Áttu svona love-hate samband? Já, eiginlega, þú veist, mér finnst þetta vera mjög svona time consuming. En þetta getur verið jákvætt til þess að, þú veist, ef maður fylgir rétt að, þú veist, fólki eitthvað svona inspiring, þú veist, þá getur þetta verið gott. En þú veist, þá ætti að líka rífa þig, skilur, úr símanum og fara að gera hvað annað. Eyðir ómiklum tíma í símanum? Stundum, en þú veist, ég hef ekkert mikinn tíma fyrir það, en þegar, þú veist, ég hef tíma fyrir það, þá er ég bara svona, loksins getur verið á Instagram og skrolla, skilur. Finnst þið gaman að skrolla í gegnum alls konar fíl? Já, þú veist, ég er með svo mikið að fallegu fólki, þú veist, mér er gaman að sjá fallegt fólk. Ertu þannig bara fólk sem er að gera flotta hluti og... Já. Ertu þannig útleyslega fallegt fólk? Bæði, sem er að gera góða hluti og sem er fallegt, skilur. Ok. Þannig að stundum er þetta svona útlitsbased. Já, stundum, en ég follow ekki bara fólk sem er bara fallegt, skilur. Það, mér finnst persónleikin vera svo mjög mikilvægur. Þú veist, ef þú ert charming, þá ertu falleg manneskja fyrir mér. Ég er 100% samanlega. Og líka þú getur útlitslega, kannski ekki það falleg manneskja svona hefðbundum standard, en ef þú ert með fallega persónuleika, þú veist, þá verður þú bara alveg, þú verður bara 10, skilur. Nákvæmlega. En mér finnst ótrúlega hvað eru margir sem einhvern veginn, kannski ekki alveg á sömu slóð. Já, nákvæmlega. Finnst það ekki? Jú, eiginlega, sko. Það er alveg magnað. Nefnilega. Og líka sérstaklega sem er samfélagsmiðla, að þetta snýst svo mikið eitthvað lúk. Nefnilega. Það er allir í einhverjum lúkleik. Nákvæmlega, bara svona sýnum bara það besta og maður bara svona, stundum er maður bara, ok, ég vil bara sýna þetta besta. En stundum er ég bara eitthvað ruglum. Bara, ok, ég er ekkert máli og ég er búin að vera málið þarna. Þá sýnum ég ekki eins og er ég með ómál núna sýnum ég, what? En þegar þú postar einhverju, hugsar geðveikt mikið á hann að posta bara á ég að byrta þetta? Nei, alls ekki. Það er ekkert mikil tími það? Nei, þú veist, ef mér finnst þú flott að bara posta því. En ef þú tekur kannski mynda sjálfur þér, tekurðu, nú er ég að spyrja allir lindamálin, ætti að taka kannski 20 myndir, eða tekurðu bara einu og er bara þetta er fínt? Sko, ég hef aldrei tekið 20 myndir, en stundum hef ég vel tekið 5 myndir, en oftast er þetta bara svona, tekur mynd, bara svona, flott, svona first take, sko. En ert að fá jákvæð komment eða enga skilaboð eitthvað, eða finnst þetta að vera meira neikvætt eða svona bland? Eins og er bara jákvætt, sko. Og áður fekk ég alveg stundum neikvætt og þá fór alveg svolítið í mig og alveg bara svona, má ég blóða þarna? Þú mútti segja það svo vilt. Ok, hún bara, who the fuck, she thinks she is talking to me like that, skilur, bara svona, what the fuck? Alveg brjálokkað bara, nei. Nei, alveg, varst að fá eitthvað svoleiðis? Sko, bara eitthvað svona sem að móðgæða mig, veist, einu svona að posta einhverju málverki sem ég gerði og veist, ég hef aldrei málað á ævi minni og ég málaði ekki ramman og hún sagði eitthvað, þú er að mála ramman hvítan og ég bara, nei. Mér langar að gera það sem ég vil og ég var ekki að móka við þessu, hvernig því ég veit það. Býttu, var eitthvað sem sendið enga skilabóð? Nei, kommentaði. Og var eitthvað að fara að rífast við þetta? Nei, það var ekki að rífast við mig, ég sagði bara nei. Og var bara ekki að móka, skilur, eitthvað sem ágætt að móka mig. Já, þú tókst þetta inn á þig? Já. Ok. En þú ert ekki að því í dag? Nei. Núna, fatta ég alveg bara svona, ok. Núna hefði ég frekar sagt bara, ok, takk, þá veit ég það, skilur. Mér finnst það bara svolítið gaman að fylgjast með þessu samfélagsmiðlum dæmi að ég er eiginlega glænýr persónulega, það er ég rosa lítið fyrir þetta sko. Svo byrja alltaf með podcasti það snýst um eitthvað bíómyndir og svona, mér finnst það ógeðslega gaman og ég var alveg bara undirbúin fyrir það að ég myndi fá eitthvað svona hvað heldur þú veitir, hvað er það að segja, eitthvað svona neikvætt ekki búin neitt svoleiðis. Nei, geggjað. Mér finnst það bara geðveikt. Mér finnst líka að skipta máli hvernig og nota samfélagsmiðla. Nú er ég að gera tónlist og reyna að gera, sína það bara en samt líka sína, persónuleika minn. En áður fyrr, þá, ég var einhvern tímann mjög mikið á Snapchat, það var mjög mikið fylgst með mér þar. Þar var ég bara að posta einhverju sem ég átti ekki að vera að posta, bara með líf mitt, skil. Eins og hvað? Góðum dæmi? Það vildi ekki segja. Og svo var þetta eitthvað svo, varst þú á djammunu? Já. Eitthvað svoleiðis? Já. Og var það eitthvað sem þú sást eftir?
Ég sé ekki eftir því, þú veist, ég hef alltaf verið bara sýnt hver ég sko, en mér finnst þetta bara fyndi núna, sko. Já. En þannig að í dag, þú postar, þú ert alveg að posta persónulegu myndum Einmitt, og það er ekkert truflaði. alls ekki, þú veist, daginn samt, sko, þegar ég postaði hana Silhouette, eða hvernig sem maður segir það, Silhouette, challenge-inu, hana með rauða, mamma alveg bara, þetta ekki aðeins svo sexy? Var hún búin að var það mynd, eða? Þetta var vídeo. Og sá hún vídeo á hún að postaði því, eða? Nei, þegar ég var búin að posta því, ég er bara svona, mamma, ég er fullorðin, ég gerði það vel. En svo komst ég að ég að strákar var eitthvað að gera eitthvað perlild við, þannig ég eiti, sko. Sorry, strákar gera eitthvað. Við strákar, við getum verið algjörir, já. Við getum verið ógislegir. Þú veist, konur er ekki verið sexy án þess að kallar þeirra eðalega. Við erum ekki sexy fyrir kallmenn. Það er sem þeir eru ekki að skilja. Nei, ég er ekki að hlæða þessu að segja. Nei, ég veit það, en ég bara segja þetta. Strákar þarf að vera svo eðalega mest fyrir konum. En það sem ég er spást að skrítið er sem með það, ef þú fílar sexy konur, er ekki alltaf að horfa á þær, eins og á Instagram, að skoða eitthvað mynd, bara, wow, flott mynd. Algjörlega. Án þess að fara út í eitthvað svona dólgslæti. Nákvæmlega. Skilur, senda tippa mynd. Nákvæmlega, hvað er það? Er bara eitthvað. Það hef ég aldrei skilur. Nei, ekki heldur. Bara, wow, mér finnst tippmynd svo flott, ég verða sunduna. Þú veist, hvernig þetta er þetta í hug? Og hvað færðu út úr þessu? Nákvæmlega. Það skil ég ekki. Sendi einhverju ókunnur stelpur. Mjög sorglegt. Einhverja tippamynd. Mér finnst pínu fyndið. Ég er nefnilega kynntist kæristu minni á Tinder. Og já, hún verið svona, ekkert oflangur tíma, ágætist tíma. Og stundum fannst mér bara ógeðslega erfitt, af því að ég er ekki sendið tippmyndir og ég er ekkert eitthvað, hei, ég vil ekki koma að ríða. Ég er ekki henni típa. Þess vegna ert í sambandi núna. Það getur verið, þess vegna fann ég góða konu. En því ég var að tala við þessi sumar stelpum. Þú veist, þá kannski ég var bara með eitthvað basic, bara hæ, hvað séu gott. En mér fannst það svo oft eins og það var ekki nóg. Í alvörunni. Skilur hvað við? Þú veist, það er ég bara að vera ógeðslega sniður. Eða viltu tippmynd? Oh my god, nei, ég ætla rétt að vona ekki. En hefur prófað svona svona date up? Ég hef prófað. Oftast er það bara fyrir mig, til þess að sjá stelpunar. Og, og kannski minna strákana inn á milli líka. Og ég kynntist einhvern strák ekki hérna, það var finnandi minn. Var það Tinder? Ok. Það myndir þú þá segja þetta að það hefur góð reynsla eða slæm reynsla? Við fann ekki að persónlega tala um það. 50-50. Bara sleppi bara að vera Tinder, það gerir ekki neitt, sko. En er þetta ekki svolítið við sem ákveðum hvernig Tinder er, ekki forritið sjálf? Einmitt, algjörlega. Af því að forritið er ekkert stúpid þannig. Nei, þetta er alveg sniðið. Og þetta er eiginlega bara skemmtilegt, skilur. Þetta er skemmtilegt. En ég sá svo mikið mun á íslensku stelpum og útlensku stelpum. Það? Íslensku stelpum það skrifaði aldrei um sig. Ekki? Það var aldrei í svona bio. Ég skrifaði eitthvað ógeðslega fyndið mig, ég man ekki veit hvað var það. Já, þú varst með eitthvað. Já, ég veit ekki hversu oft, þú veist, ég var eitthvað að svæpa og þá þurfti ég bara að dæma út frá kannski einhvern 4 myndum. Já, einmitt. Þú veist, gef mér eitthvað smá. Einmitt, bara, þú veist, já, áhómál. Ertu skemmtileg, nákvæmlega. Já, ertu skemmtileg. Það segir bara hellingi og þau eru ekki með neitt í bæjun, skilu. Þú veist hvað smittin er nýja date-appið? Nei. Ok. Ég er stundum ég sé 8 ára maður, sko. Já, ég skilur. Hvernig virkar það? Það er skemmtilegt, sko. Og hérna... Hvernig þá? Hvernig er öðruvísi en Tinder? Að mér er svona leikir inn á, svona... Þú fari að gíska eitthvað alls konar manneskjuna og eitthvað. Það er hefði skemmtilegt, sko. Býtu, er það að tala um að... Ef við myndum mattsa, eða eitthvað... Þú skrollar og þú getur gískað manneskjuna hvort sem mattsar eða ekki, sko. Og hún fari að vita það og gíska það. Eins og hvað, áhugamál eitthvað svoleiðis? Hvernig leikur er þetta? Þetta er verið að spyrja, þú veist... Þetta er ekki sett eftir í hug? Nei, hvort að sem bílpróf og bara eitthvað svona rögl, sko. Já, bara eitthvað svona basic stjörnumerki kannski. Já, nefnilega. Ég ætla eitthvað svoleiðis. En mér talið sniðut, þá brýtur allan aðeins í sig. Nefnilega, brýtur í sig, sko. Já. En, þú veist, mér finnst ég ekkert, þú veist, maður græði mér á Tinder, sko. Aha. Já, líka kannski vita fleira að því og eitthvað.
það er alltaf þekktara. Já. En minnst bara svo leiðið á Íslandi að það sé ekki kannski svona meiri date-menning. Ég samla. Skilur þið? Þið minnst alveg gana að fara á date. Nákvæmlega. En til þess að fara á date, þá þarf hinn manneskja líka vilja tala við þig, skilur þið? Nákvæmlega. Ég veit ekki hversu oft ég neita strákum bara þegar þeir segja koma, hóra mynd með mér. Nei, ertu fremlegri? Er það bara fyrsta setningin? Stundum. Já, þú veist, ég fatt það ekki alveg. Nei. Bjóddu mér út að borða, en svo einu sinni bjóði einhver strákum mér út að borða. Og ég sagði samt nei. Ég sagði samt nei, þú veist. Já, en það kannski var eitthvað við það sem þú varst ekki fílað. Já, nákvæmlega. Svo var einn stelpa sem bauð mér svona date, ég tók því, það var ógeðslega gaman. Já, þannig þú ert alveg, þú ert sem sagt, ef maður spyrja, þú ert sérst bæið. Já, ég er fyrir bæðikinn. Ok. Finnst þér eitthvað mikill munur á að hitta stelpu eða hitta strák? Já, það er skemmtilega að hitta stelpu. Aha. Það eru svo miklu skemmtilegri. Strákar vil alltaf bara eiga þig. Og veist, vera bara að horfa á myndir, gera ekki neitt og bara eiga þig. Hvað er það? En stelpur eru bara svona... Hvernig eiga þig? Bara stjórna þér. Það er ekki allir gaur þannig. Ok, allir sem ég með ekki nefnilega smekk. En stelpunar eru ekki þannig. Það er ekki þannig? Nei. Hvernig, það er bara að gera eitthvað með þér, skilur. Það er fara út að gera eitthvað. Ertu þannig bara að fara í bíó út og borða eitthvað svona? Já. En ekki strákar? Þeir vilja bara hanga heim og horfa á Netflix? Og banna þær að fara út? Ok, ekki banna mér, en þeir eru svolítið stjórnsamir, já. Þeir eru stjórnsamir? Já, ég reyndar hef aldrei datað gaur. Ekki? Þannig að ég gangi nöður, þannig ég get svona ekki... Þú getur ekki með þetta saman. Nei, ég get ekki sagt við þessi kannski, þetta er ekki rétt sér, því ég hef ekkert við með. Ég þekki fullt af fínum gaurum sem alltaf þeir eigi ekkert sína kæristur. En kannski ánþví að vitir. Já, þú vilt meina það? Þeir bara svona láta þannig, skilur. Þeir ekkert að segja bara jóðu. Það veist, jú líka, en... Það gæti verið. Ég átt veltið svo fyrir mér með fólk sem er kannski fyrir bæðikennin. Og það er búið að prófa bæði, ef eitthvað viðmið, þá er svona áherslu að heyra mitt, þú veist. Að því mér finnst alveg að vera munur á kynjónum. Algjörlega, það er munur á kynjónum. Mér finnst það. Ég vil þess unna vinnustað þar sem voru bara 90% stelpur, eða konur. Svo ég unna öðru stað þar sem voru bara 90% kallar. Svo ég líka unna það sem er svona blandað. Mér finnst alveg áhugavert að sjá munin. Persónlegri rifnar að þetta er svona blanda. Já. Sko, með stráka, mér finnst þeir skemmtilegri þegar þeir eru kringum vinnu sína. Þá eru þeir skemmtilegir. Þeir láta eins og það er ekki hægt að gera eitthvað skemmtilegt eins og með vinnu sínum með kærastunum. Já, ég skilji. Þeir nota strákana í það að gera eitthvað skemmtilegt. Og bara þeir reyni ekki svona að fá kærastuna með sér í það þegar þeir hugsa með sér, neð, þetta er ekki eins gaman. Jú, en þess vegna er gaman að vera með strákum þegar vinnir eru með, skilur. En svo eru komin með kærastu þá líka, er ég bara, kærastu, það er ekki að gera neitt gaman. Nei, ég heyrði eitt mjög áhugavert, það var sálfræðingur sem sagði mér þetta, sem ég fór þessu til. Og hún talaði manni sem er búin að hitta alls konar fólk, það var svona kona. Og hún sagði, og ég er ekki að alhæfa, ég veit að fólk er misjafnt. En hún vildi meina það, að mín reynsla hefur svolítið verið þannig, líka bara gennum mína vini, að það er mjög oft stelpur, og þú getur kannski líka tekið undir þetta eða sagt í sig að segja eitthvað kjaftaði, að það er stundum með stelpur þegar þær eignast kærasta, þá er rauninni oft hættar bara einhvern veginn að hitta vinkonu sínar og verða bara alveg full-blown kærustur. Það virðist stöðum sér algengar á stelpum, og hún sagði það mitt, og hún svolítið góð lína, hún sagði að þegar strákar eignast kærustu, og þá er ég að tala út frá gagnkynhneigðum pörum, þegar strákar eignast kærustu, þá er kærastan viðbót við þeirra líf, en þegar stelpur eignast kærasta, þá er kærastan að koma í staðinn fyrir eitthvað. Þetta er alltaf verið öfugt hjá mér samt. Þín reynsla þá er þetta öfugt? Já, allir mínu fyrirvandi, þeir hættu bara að hitta vinni sína, nema þegar ég er bara svona, ok, getum við hitta vinni hérna, en ég var alltaf að hitta ennþá vinkunum mínar. En þeir var alltaf pirraðir þegar ég gerði það. Það finnst mér svo skrítið. Það er steikt. Það er steikt. En þetta er alveg auðvitað rétt hjá, ég er ekki að segja þessu allar konur svona. En svona að hennar reynsla, ég myndar að fjöldan allar fólki sem hún hitt og tala við, að ég þekki líka alveg stráka sem hafa bara svona
maður bara eitthvað, hei, nátt síðan ég heyrti þér. Já. Æja, þú ert komið kærustu. Já, einmitt. Þannig að auðvitað er það líka bara hjá báðum kynjum, sko. Einmitt. En mér finnst þetta áhverju punktur. Já, þetta er það, sko. Af því að mér finnst þetta alltaf vera viðbót. Já, Að einmitt, fara í samband. algjörlega. Og, þú veist, ef maður á kærasta, þá finnst mér, þú veist, maður vantar alltaf þetta girl vibe, skilur. Þú veist, það er ekkert eins að vera, þú veist, strákar skilja ekki það sem að stelpuvingur minn skilja. Þannig mér vantar alltaf svona, ok, þarf að fara að vera með stelpunum. Já, þannig ef að þú væri með kærasta, með gæja, þú getur ekki hugsað að sleppa að hitta vinkoninar, af því þú ert ekki að fá það væp bara með kærastunni. Nei, ég er sammála. Nákvæmlega. Eins með vinni mína. Eins og þú segir, strákar og stelpur eru öðru sér, skilju. Ég finnst það alveg. Já, það er bara En það er svo sumir sér ekki sammála því, bara. Þú veist, ég held að það sé bara því að, þú veist, þeir eru að meina að þau skilja saman virðinguna. Ég held að það sé bara út frá því, sko. En mér finnst það líka mjög áhugavert, af því að ég hugsa rosa mikið eins og þetta, virðingu og virðingu gagnvart eins og konum. Einmitt. Og eins og mér, ég ólst bara upp við, það var ást heima, skilurðu. Einmitt. Mér varst pabbi minn bera virðingu með minni, ég sá þau knúsast og... Já, það skiptir máli. Mér finnst það vera rosalega heilbrigt. En svo fyndi eftir sem að eldist, ég pældi ekki því sem ég var lítill. En svo nú er ég sjálfur konið samband, nú er ég búin engast barn og ég fór stofna mína fjölskyldu. Þetta skipt svo gríðarlega miklu máli. Já, nefnilega. Og bara, ég bara rosalega mikla virðingu og ennþá fyrir mömminni. Einmitt. Mér finnst það bara fást að koni í heimi, skilurðu. Æ, hvað er gaman að heyra? Og það skila sér líka út í þegar ég er að kynnast nákvæmlega, það gerir það, sko. Algjörlega. Þetta er rosalega mikilvægt. Alveg 100%, sko. Að upp á bara virðingu gera. Algjörlega, sko. Förum aðeins út í eitthvað léttara. Ok, til það. Já, það eru svo djúp. En það sem er gaf þetta podcast, ég er alltaf svona alls konar fólk og tala alls konar hluti. Og þó þetta er bíópodcast, þá svindla ég stundum og er að tala eitthvað annað. Mér finnst það bara gaman. Nákvæmlega. En þú ert rappari, þegar ekki? Ég er rappari. Titlar það sjálf að fyrir eitthvað sem rappara eða tónlistakonu eða ert ekkert að pæla í? Sko, ég er bara svona að hafa gaman á tónlist, en ég er rappari. Þannig ef einhver spyrir þig, þá segir ég er rappari? Já, ég er rappari. Ok, hvað finnst þér einkenna góðan rappara? Röddin skiptir mjög miklu máli, finnst mér. Attitútið og the bars. Attitút, ertu að tala ertu í textagerðinni eða hvernig manneskjan ber sig? Bæði, samt aðalega bara svona hvernig þú ert að rappa lagið. Ertu kokki, skilur. Það, rapp finnst mér bjóða mér mikið upp á það. Og ertu ekki kokki með tónlistinu, en sérstaklega þegar þú ert að rappa lagið þitt, þá, finnst mér ekki mega mikið sans. Finnst þú verða að meina hvað þú ert að segja og svona spitta, skilur. En þú tala áðan að vera, eins og real, að vera ekta. Hvað finnst þú ef þú ert rappari? Eitthvað rappari að rappa hann er svo mikið pening og eitthvað, svo áhengar sé engan pening. Finnst þetta glada? Eða finnst þér í lagi að búa til eitthvað svona karakter? Sko, alltaf kannski að manifesta eitthvað, en ekki vera eitthvað allt annar en þú ert. Vertu kannski bara besta versjoni af sjálfur, skilur. Það er kannski karakterinn. Kannski aðeins ykta útgáfa. Já, ykta útgáfa sjálfur. Svona, vertu your own alter ego, skilur. Þá sleppur það? Já, svo lengi sem að verð bara ekki, einhver annar en það ert. Mér finnst ég vera bara svona, alltaf reyna að vera meira, ég sjálf og sjálf. Og þá er ég meira svona, hvað segir maður, kokki. Þú fílar það? Já, og það, mér finnst þjóðfélagi, samfélagi, allt það, skilur, og svona reyna að pressa niður öllu kokkiness í fólki, skilur. Með hvað það sens? Já, líður þannig? Já, allavega, það er bara svona að reyna að segja manni að mátt ekki vera kokki, mátt ekki vera ánægð með sjálfa, mátt ekki elska sjálfa, sem mér finnst bara bull, mér finnst ég bara vera svona brjóta hennar vegg og vera með þessi, ég sjálf, skilur. En finnst þér ekki munur að vera ánægð með sjálfa eða vera hrókafull? Jú, mér finnst munur að vera kokki og hrókafullur. Kokki ertu bara svona ánægð með sjálfa og ertu ekkert feimur við að sína, en þú ert samt líka alveg eins og við erum að tala saman núna, þá er ég samt alveg humble, ég er samt ekki bara, ég er betur en þú, skilur. En í kannski lögunum mínum, þá er ég kannski bara svona... Með smá attitút? Já, að tjá mig, skilur, bara svona... Já, svolítið svona, kannski reið. En er það ekki alltaf lagi í rapp? Jú, í rappi finnst mér það, en ef þú ert þannig í alvöru, þá
þá ertu að reyna við einhver annar, eins og Silvía Nótt, hún var einhver alltaf annar heldur en skilur. Fannst það ekki mega sens? Mér fannst það alveg töff, en þegar ég kynntist henni sjálfur, þá fannst mér ekki... Þá varst bara hvað þetta alltaf unnum manneskja. Já. En hún var líka bara að leika karakter. Já, nefnilega, mér finnst það að þú ætlar að endast í rappið, þá getur ekki fara að leika karakter, bara vera unapologetically þú, skilur, og vera alveg saman hvað finnst. Þú getur ekki bara, ok, ég ætla að vera John Cena í dag. Nei, þú verður að vera, þú. Bara kannski yktari útgáfa sjálfur þér? Já, eða bara svona eins og þú myndir vilja vera. Hvernig fílar þú Nicki Minaj? Elskar hana. Af hverju elskar hana? Hvað fílar hana? Hún er kokki, henni er alveg sama. Hún er fárlega góð að rappa. Hún er sexy. Ok, þannig að það er margt sem þú fílar hana. Ástæður spyrir út í hana, ég er ekki mikið inn í rappi, ég skal bara viðurkenna að fúslega. En ég man þegar ég heyrði fyrst hana rappa og það var í lagi, ég er nokkuð sem ég kannski sé hvað kjæfta, það var lagi með Ludacris. Okay. Ég held með þess að heita eitthvað My Bitch Bad eða eitthvað svoleiðis, eða My Chick Bad, eitthvað svoleiðis. Og Nicki Minaj verið með eitthvað svona vers í laginu. Og ég, mann því heyrði, ég var bara, fuck, þessi gæli er ekki að djóka, sko. Mér var það að geða töff. Mér finnst það var mjög töff. En er hún ekki í dag orðið meira svona poppari? Er hún ennþá með eitthvað svona hardcore rapplu? Já, algjörlega. Já, er það? Mér fannst hún vera meira poppari áður fyrir, sko. Nú? Það er kveikja á viftunni, Steinun. Já, kveikja hana. Svo ég degi ekki hérna. Þú kveikja bara þinn eða það eru heitt. Já, ég gera. En, eins og, hefur heyrt albúmið hennar Queen? Nei. Chun Li, það eru hella bars þar, sko. Já, það. Er það grínast? Þú verður að lesa það. Bara ég að tjekka því. Mér finnst það eiginlega bara allt albúmið hennar Queen sem kom út fyrir nokkrum árum. Mér finnst það bara að vera pure hip-hop, sko. Ok, ég er kannski líka bara að tala með raskaturinn. Af því að þegar ég heyrði fyrst í henni, þá fannst hún ekkert vera neitt svaklega fræg. Já, skilur. Svo varð hún svo geðveikt stór. Og fór að gera eitthvað tónlistarmyndbönd og var alveg bara geðið fræg. Þannig að ég hugsaði, ok, ég er nú kannski bara orðin, svo Taylor Swift, hún byrjaði í country, svo var hún bara eina poppari, skilur. En þú ert að segja mig það, hún sé ennþá alveg með cool hip-hop lög. Nefnilega, sko. En hún gerir líka pop, skilur. Hún er svona mjög svona versatile. Hvað finnst þér þegar, sérstaklega svona rapparar og með eitthvað svona cool rappara, svo fara með út í poppið? Finnst það eitthvað svona sellout? Sko, mér finnst það sniðugt, en ég fíla þau lög ekkert mjög mikið, sko. Poppið? Já. Þeir rappar að gera pop, eða bara svona pop yfir höfuð. En finnst þú að missa eitthvað svona virðingu? Nei, alls ekki. Mér finnst rappar bara, með að gera alls konar tónlist og mér finnst töff þegar að gera, öðru sig heldur en þeir eru vön og prófa nýja hluti, sko. Er ekki líka bara allt í lagi sættu peningana og gítra? Já, nákvæmlega. Skilurðu? Nákvæmlega. Ég meina, Taylor Swift var ekki samastað í dag ef hún er haldið áfram í countryinu. Það er enginn að segja mig það. Nákvæmlega. Skilurðu? Og þau eru alveg verið, smart með þetta, sko. Já. Mér snið, sko. Ég get ekki dæmt þetta fólk. Nei. Þessum sem fyndi eitthvað, sellout, þessi sellout. Þetta er svo Joe Rogan sem er podcastið sitt. Hann bara eitt stærsta podcast í heimi. Ég veit ekki hvað þú veist þetta, hann seldi podcast til Spotify. Okay. Spotify bara keypti það fyrir $100 million. Og þá var svo margir, hann er sellout. Svo hefur þið geta. Ef einhver kemur til þín og myndir rétta þér $100 million, myndir ekki segja nei, sko. Eða kemur einhver til, myndir segja, Steinun, $100 million. Þú mútt aldrei gera rapp aftur, þú verður að gera pop. Hvað myndir þú segja? Ég þyrfti að gera rapp líka, sko. Þú ekki eins og verður svona mikið pening? Og það, rapp er passionum mitt. Ég get aldrei lífa annan dag án þess að vera að gera rapp, sko. En þú mættir að gera tónlist, mættir bara ekki rappa? Ok. Vá, þá er þetta mikil ástæða hér. Mjög mikil, sko. Hvaðan kemur þessi áhugi? Bara frá því ég var lítil, sko, mín fyrsta minning af svona, ég var svona ástfangin að rappi þegar eldri bróðir minn, ég man ekki hvað ég gömul, ég var 6, 7, 8, þá gerði eldri bróðir minn disslag á vin sinn, bara hvað heit einhverju djóki. Og mér fannst þetta bara besta lag sem ég heilt, þetta var bara eitthvað djók. Og var eitthvað cool svona beat undir eða? Ég man eins og gefti beatinu, ég man bara textunum, sko. Og þið varst að gegja? Geðveikt, sko. Hvað varstu gömul á það? 6, 7, 8 ára. Já, þér fannst það bara gegja?
ég var bara, what? Þetta er geggjað lag og hann bara, þetta er bara eitthvað djók maður. En hvenær byrjaði þú þá að rappa sjálf? Sko, ég var svona að gefa mikið að frístala þegar, sko, fyrsta frístala sem ég man eftir þegar ég var 10 ára. Þá var ég bara á klostinu í Bónus í Hveragerði. Bara fór síðan út í bíl, bara, mamma, og hún fekk það heilan og hún er stundum ennþá að rappa það. En var það bara eitthvað? Ég var bara að djóka, ég var ekki að intentionally gera það. Þetta var bara... Var þetta bara eitthvað bullið þér? Já, ég var bara að bulla, skilur. En hvenær byrjaði að skrifa texta? Þú gerði svona alvöru? Ég byrjaði, sko, ekkert að skrifa texta alvöru, heldur bara svona til að tjá mig þegar ég var svona, man ekki, 18, 19, 20, eitthvað svoleiðis. En síðan byrjaði ég svona alvöru að skrifa texta þegar ég var 20, 21. Hvað erstu komin í dag? 24 og verið 25. Ok. Og ég var bara að byrja að skrifa texta á hverjum degi bara í símanum, ég gæti ekkert alltaf að fara á blað og skrifa og ég var bara alltaf að fá hugmyndir. Oh my god, ég vil skrifa, oh my god, ég er fucking góð að rappa, ég var rappari. Já, þú varst svona að hugsa það? Ég byrjaði bara að skrifa texta án þess að hugsa bara, ok, ég vil bara rappar og ég vil bara skrifa texta. Ég var bara að skrifa texta til þess að tjá mig, skilur. Já, bara til þess að losa eitthvað? Já, og svo bara var það allt í einu flottara og flottara og ég bara svona, oh my god, þetta er geggjað. Ég get ekki bara að vera rappari. En var þá alveg þegar þú skrifaði þessa texta, var eitthvað rím eða... Já, nefnilega, þetta var alltaf eitthvað rím og allt svona meikaði sens bara frá byrjun, sko. Og myndur þú segja textan þínu, er þetta eitthvað neikvætt, er þetta jákvætt, er þetta bæði? Sko, þetta er allt eitthvað svona jákvætt, en það er alveg svona, ég kannski að tjá mig eitthvað neikvætt, en kannski breyti ég síðan í jákvætt í textanum til dæmis. En mér finnst þetta allt vera svona powering allavega fyrir mig, og þegar ég skilur bara, ég veit ekki, tekið maður power back eitthvað, skilur. Þannig kannski ef þú ert að skrifa eitthvað slæma reynslu, eitthvað sem geng gegnum, þá reynir frekar að fókus á eitthvað sem lærðir eða þorskaðist út af því og nefnilega. Ef þú lítur þetta fyrir eitthvað þá jákvæðum heldur að fókus á þetta neikvæða. Algjörlega, sko. Finnst það skipta miklu máli? Já, út af, ég hef alveg áhrif og eins og Eminem, hann hafði mjög mikil áhrif á mig, en mér fannst hann vera að syngja eða rappa oft mjög margt neikvætt, skilur en hann hefði getað breytt þessu öllu í svo jákvætt, hann hefði getað verið veit ekki, þakkláttari. Já, fannst þér, var ekki eitthvað lag sem að söngum eitthvað mömmu sína eða eitthvað? Jú, mér fannst það var eitthvað svona, það virkaði svolítið mikið heift í því. En hann var samt líka bara kannski að tjá sig, skilur. Hann hefði ekkert annað átleitt kannski að tjá sig heldur en þetta og hann var bara reiður. En þegar þú gerir svona texta, þá er náttúrulega ekkert meint það er ekki komin eitt lag, það er ekkert beat eða neitt, skrifa bara textan. Myndi það nægja þér? Eða hugsaðu með þér, nei, ég verð að gera lag úr þessu. Skilur hvað við? Sko... Þú kemur þessu niður á blað, búin að koma þess aðeins frá þér, en finnst þið bara eitthvað, nei, mér langar að setja í lag með sömu lög, með suma texta, eins og fyrst þá var ég ekkert að spá í því, þá var ég bara að gera texta og bara mér verðist að gegja. En síðan, eins og lagið mitt Real, það var fyrsta skipti sem að ég var bara svona, ok, þetta verður að vera lag. Já, þú hugsaði það? Ok. Og ég bara, þetta verður að vera lag. Þú gerir myndband? Var það við Real? Já, einmitt. Hvernig gekk það fyrir sig, þetta myndbandstæmi? Er þetta vinir sem voru að hjálpa þér? Já, þetta verður vinir mínir, sko. Og strákan það mjög góða vinir mínir. Var það þín hugmynd að gera myndband? Já. Mér langaði mjög mikið að gera myndband. Og ég hafði engan svona, og hef ekki ennþá allavega, eitthvað svona professional til þess að gera það. Mér langaði samt bara svo mikið að gera það, þetta er svo mikið ástríða. Mér finnst þetta bara svo fucking gaman. Ég bara gera þetta, skilur. Ég hef alveg eitthvað til að gera það en ég gera það. Mamma mín var bara að taka þetta upp og hjálpa mig að mikið með þetta. Mér finnst það svo geggja. Ég er nefnilega, þegar við tölum fyrst saman á Instagram, þá alltaf kíkti ég á Instagram hér. Og það sem ég fílaði við þig, eins og ég segi, ég er að fá alls konar fólk inn til mér. Það sem ég fílaði við þig var bara, ég hugsaði með þessi stelpa, þetta er bara ástríða hjá henni. Ég dýrk, að því að ástríða, alveg svona hver hún er, það er smitandi. Nefnilega. Það er mjög smitandi. Þannig ég er bara eitthvað fokk, svo ég ger eitthvað myndband og mér finnst það bara geggja. Þannig að ég segi bara geggja hér. Æ, takk. Ég minn, þetta er bara töff. Þú gera bara þitt þeng, fyrir saman hvað öðrum finnst. Og ég bara óskaði þess að fleiri væri þannig. Algjörlega sammála. Bara
allir er bara að gera það sem þeir fucking vilja, veist. Já. Við hvað er þeir rætt, skilur, þetta er bara í haustum að það sem þeir eru búið til. Fólk er svo hrætt. Það er ógeðslega sætt, sko. Við ykkur á höfnun. Nákvæmlega, bara so what? Eins og elda drauminn sinn. Nákvæmlega. Þú veist, bara sorry, ég geti drepist á morgun. Nákvæmlega. Skilur. Ángríns. Það er ekki búin að lofa með morgundeginum, sko. Nákvæmlega, þannig, you gotta do what you gotta do. Já. Veist. Þú segir sjálf, þú var ekki eins og að þú fengið fullt af peningum. Þú getur ekki hugsað að hætta að rappa. Nei, peningar er ekki meira verið heldur en rapp fyrir mér, sko. Nei. En hvað finnst þú það eins og peningar? Finnst það að skipta miklu máli? Sko... Hugsaðu mikið það? Ég vil að rík. Ég myndi verið að bara hafa allt sem ég þarf, skilju. Og vera, veist, bara örugg, skilju. Mér veist, peningar komið með mig mikið svona öruggi, skilju. Ertu að tala bara að vera með húsnæði, geta keypt í mat, og vera svolítið svona, samt líka svona luxuries. Ég er með mjög dýran, Smekk? Já. Það? Þú veist, ég er mjög dýr í rekstri, veist, ég þarf mjög mikið. Ertu dýr í rekstri? Að hvað leiti? Er það þá föt og eitthvað svona? Já, ég þarf að eiga mjög mikið, fötum ég þarf að hafa mjög mikið options, ég þarf, þú veist, ákveðnar húðvörur, ég þarf eitthvað svona mjúkt deppi og svona alls konar, veist. Þannig, veist, mér langar alveg að vera rík, sko. En það er sérst meira kannski þannig, svona litlar vörur, frekar en að þú viljir eigna snekkju eða enga flugvél eða eitthvað. Ég var alveg til að eiga enga flugvél, sko. Þú er til í það? Og líka höll, sko, en ég var... Líka höll? Já, ekki svo. Okay. En svona markmið mitt, nummer 1, 2, 3 er að kaupa hús handa mömmu minni, sko. Það er nú sætt. Hún hefur aldrei átt hús, sko. Þannig... Mér finnst það geggjað samt. Það er sem geggjað að þú viljir gefa henni hús. Já, og ég hef alltaf sagt bara frá því lítil, ég bara, mamma, ég ætla að gefa hús. Ætla það. Þannig að ef að þú myndir fá fullt af peningum í dag, þá er þetta það fyrst sem þú kaupa? Fyrst sem myndi kaupa hús handa mömmu. Myndi kaupa hús handa mér eftir á, sko. Það er geggjað. Þannig að þú greinilega elskar mömmu þín út af lífinu. Já, mjög mikið, sko. En mér finnst bara svo magnað sem er peninga. Af því að persónulega finnst peningar ekkert merkilegir. Nei, finnst það ekkert merkilegt. Þú veist, ég skil okkur við þurfum peninga. Þú veist, maður þarf að geta búa ykkur staðar og geta matinn og föt og svona. En fólk sem er bara eldast við peninga, mér finnst það ekkert spennandi. Nei, nákvæmlega. Það er margt sem er miklu meira mikilvægra, sko. Eins og hvað? Rapp. Mamma. Það er rapp, mamma, húsur, mömmu þína. Þetta er samt ótrúlegt. Það er svo margir, bara ekki að vera ríkur af þessu. Og ég meina það, ef það er markmiðið þitt, ég held að verða ekkert hamingsamur. Nákvæmlega, þú verður að, þú veist, elska það sem þú gerir. Þú veist, elska það ekki, hver er tilgangurinn, skilur við? Já. Ekki reyna að vera ríkur af einhverju sem að þið finnst leiðilegt að gera það, þú veist, þá verður þú ekki ríkur af þið, skilur við? Nei. Þú veist, ég hef alltaf fundið þannig, þú veist, bara, ef þú gerir það sem þú elskar, þá mun bara, þú veist, heimurinn sjá rest, skilur við? Ég er svolítið sammálaður. Þú veist, eins og segir, ef þú elskar þetta, drástrið höður. Nákvæmlega. Eltu það frekar. Og bara njótið þess að gera þetta. Þótt þú hefur peningað ekki, skilur við. Bara hafa gaman. Af því að það er bara það sem fyndið. Peningin er fylgjótt síðan. Nefnilega, nákvæmlega. Einhvern tímann, á þessu tímapunkti, þú búin að harka einhverju, eitthvað svona elskar. Nákvæmlega. Og líka, þetta er ekki eins og það mikið hark ef þú elskar þetta. Nákvæmlega, þú ert bara að hafa gaman, skilur. Já. Eins og eftir ég byrjaði bara svona alvöru að pursúa rapp. Ég hef aldrei verið hamingjusamari. Ég bara... Ég hef aldrei fundið neitt jafn skemmtilegt, ekkert jafn mikið virði til að vakna fyrir, skilju. Það er svo gegn. Við hefum það saman þetta því að eftir ég byrjaði með podcast. Nákvæmlega. Mér finnst það geggja podcast. Þú veist, já, takk fyrir það. En svo í dag, ég get alveg sagt það, ég á mjög lítinn pening í dag. Af því ég hef alltaf verið nokkuð skynsamur með peninga. Alltaf átt okkur pening. En ég hef aldrei hamingjusamari. Nákvæmlega. Þá fannst mér bara að sjá það á svart og hvítu. Peningurinn, ég hef látt meiri pening, en ég er samt hamingjusamur í dag. Nákvæmlega. Og í dag líka, þá skiptir mig engu máli hvort þessi þriðjudagur, laugardagur. Nákvæmlega. Ég stundum veit, ekkert alltaf hvað dagar eru nema, út af ég er að vinna, en annars heitt bara sunnudagur og laugardagur er sama mánudagur, skilur við. En það er svo geggjað. Veistu hvað Gary Vee er? Gary Vee er svona, hann er stór Instagram. Jú, Gary Vee, hann er legend. Elskar hvað hann blóta mikið. Já, hann blóta mikið, en hann er sem trúst að jákvæður.
og hann alltaf með eitthvað svona inspirational dót á Instagram, ég bara að followa hann þar það ótrúlegt, ef maður eitthvað down ég bara, þetta podcast gengur ekki svo sé ég eitthvað frá honum og þá ég bara, nei, ég ætla ekki að hætta nákvæmlega ég halda áfram, það bara rosalega mikilvægt nefnilega, eins og ég var að segja á hann svona skiptir máli hvað ert að followa ef það eitthvað svona inspirational og hann talaði og ég bara svo saman, hann talaði ef þú ert í vinnu þar sem þú lifir fyrir helgarnar þá áttu að vinna á eitthvað annað nákvæmlega, það bara mic drop algjörlega en það svona svo fá sem gera virðist þurra það er sko og þau trúa því að þau þurfa að vinna til þess að lifa en svo þau bara að lifa til þess að vinna já, svo bara drepast þau og nákvæmlega, bara hvað gerir við líðið þegar ég dey áðan ég er að fara dey, þá vill ég hugsa bara, ok, ég gerði allt sem ég langaði að gera af hverju ekki? Ég er góð ég vil líka segja bara fyrir það sem er að hlusta að horfa á þetta podcast núna ef þú ert með eitthvað draum bara gerða það fyrir mig alltaf do it, nákvæmlega mér er alveg svona hver draumurinn er á meðan hann er ekki ólöglegur ekki drepa eitthvað með eitthvað let's not do that en ef þetta snýst að opna búð, gefa út plötu byrja podcast, gerða þetta bara þau eru alltaf svo mikið fyrir hausnum á sér það er ekki hægt, ég get ekki jú, þú getur það víst, þegar þú vilt það, getur það en málega það er allir með þessa engil öxlinni og svo djöfulinn og djöfulinn að það segja, nei, þú getur þetta ekki, þú kannt þetta ekki það sem ég veist gott er að þú stjórna þeim, skilur þegar ekki stjórna þér já, ég er sammála líka bara, gerði þetta bara nákvæmlega, bara do it, hætti að hugsa svo mikið, gerði það ekki hugsa svona mikið það er alveg háð mér í gennum tíðina það er að vera ofugsa hluti þú kannast við það? Já, mjög mikið bara svona, hvernig bara svona, veit ekki, ég ætla bara að gera þetta og vera bara, segja bara fuck it ég las bók í fyrra sem heitir The Subtle Art of Not Giving a Fuck ég veit ekki hvort þú vissi hvað bókið er nei, en mér langar að lesa hana var frekar vinsæl ég held fyrst því svo titil það var bara svona grínbók en það er fullt af góða stöffi í henni þetta er svona sjálfshjálpabók og ég lærði bara þar það hljóma get basic en maður á að vera meira drullu saman amen, nákvæmlega allt skiptir ekki svona mikla máli nei flesta af þessu skiptir ekki neinu máli sko þetta er sem ég var að segja við þjóðan áður en við byrjum að taka upp að ég er með svona keppni á Instagram ég ætla bara að segja hann með fólk sem að hlusta þá er ég að láta 2 myndir keppa og ég er alltaf með eitthvað svona lita bakgrunn og ég tek bara mynd af einhverju svo setjum ég lit, svo setjum ég myndirnar og eitthvað svona og núna setjum ég eitthvað keppnigang og það bara seifa þess ekki liturinn þannig að sérst bara svona í mig bara í lappirnar mér eitthvað á náttbuxum og eitthvað ég fyrir árið síðan ég hef verið bara svona oh my god hvað er fólk að fara að halda og hvað var ég að pæla nei, alveg tala, fyrir svona árið síðan en í dag, það kom smá svona sjokk fuck en bara, so what hverju skiptir þetta með nákvæmlega þetta skiptir, það er þetta hlæja bara þessu nákvæmlega hlæja bara þessu, því meiri húmor sem maður hefur fyrir sjálf sér því þú veist, veit það ekki því öldrar er allt sko já, ég meina af hverju ætti ég að taka þetta næri mér nákvæmlega, vá nótbuxur áttu nótbuxur, oh my god nei, gengur í nótbuxum það skiptir engum máli alveg kannski ég sagði, þetta var ekkert eitthvað ég ekki allsberg fyrir frá að speil það hefur verið gott það er kannski ekki fyrir alla en þess að segja, náttbuxur, það er hver sem er séð það nákvæmlega en ég ætla að spyrja það svolítið áhumor fyrir utan rap fyrir utan tónlist semja, hlusta á tónlist hvað finnst þið kann að gera? sko, mér finnst húð umhyrða ógeðslega skemmtilegt það er svo ráandi og nagleika sjálf mig og bara svona er það áhumor? pappera sjálf mig, það er ángríns áhugamál en annað áhugamál en það ég elska ræktina og líkansrækt þið finnst það skemmtilegt? ógeðslega gaman Akkur finnst það skemmtilegt? bara allt sem maður veist er bara svona gerir sjálfur sér betri er ógeðslega gaman og ég fer á hverju mótni út í skúr hjá mömmu í ræktina og það er bara ógeðslega gaman Hvað myndir segja um manni sem mig sem að hefur eiginlega engan áhuga og ég veit þetta er gott fyrir mig mér finnst það svo leiðilegt lift eitthvað drasli það er ekki leiðilegt mér finnst það ekki segja ok, þú getur fundið eitthvað sem ég fíla já, það er alltaf eitthvað fyrir alla sko. en ég er bara svo mikið nörd, ég horf frekar bara bíómyndir ég skilji, það er enda líka ógeðslega gaman
Finnst þið skemmtilega frá ræktir heldur frá bíómyndir? Sko, mér finnst það bæði skemmtilegt en ég fæ meira út í að fara í ræktina en stundum langar mér bara líka upp í sofa, bara súkulega og horfa á eitthvað sko. Ok, en að því þetta er bíóblaður, við getum talað eins bíómyndir, eða þætti. Þegar þú horfir á bíómynd, hvað horfir aðal á? Hvað finnst skemmtilega? Sko, hvernig típar á myndum? það er mjög misjafnt, en ég elska sci-fi, ég elska svona einhverja klikkaða myndir sem hafa mikið áhrif á mann, eins og Jokerinn. Já, finnst þú hún góð? Elska hana. Hvað finnst þú gott við hana? Þú veist, meiningin bak við hana, meaning, þú veist, hvað hann er taking his power back, hvað hann er crazy, elska hvað hann er crazy, sko. Líka sú mynd var alveg svolítið hugurökk. Nefnilega, þú veist, hún svona hafði áhrif á mann. Oh my god. Að því hann er bara svo veikur. Nákvæmlega. Maðurinn. En, þú veist, bara algjört legend líka. Talandi legend, hefur þú séð The Legend, hún er líka klikkuð góð. Með Tom Hardy, eða? Já, það er ekki langt síðan sá hana. Ekki? Nei, ekki heldur. Kannski ár síðan? Já, sama hér. Já, ok, við kannski vorum að horfa hana bara saman kvöld. Oh my god! En mér fannst hún alveg skemmtileg. Hún er klikkuð, sko. Að því hann leikar alltaf tvo bræður. Nefnilega, og hann er svo góð leikari. Hvað fílar svona mikið við Tom Hardy? Attitúti. Alltaf attitúti. Attitúti? Meinar þá að hann er meira bara svona, fuck it, ég ætla bara að gera þetta. Já, hann er svo skýtsama, sko. Já. Hann virkar hann er svo nettur, sko. Hann hefði nettur. Sást hann í Batman-myndinni? Dark Knight Rises? Þú veit kannski ekki mikið fyrir það? Nei. Það er leik Bane með grímuna og... Nei. Sástu það ekki? Og hann fekk smá gaggrina því hann svona breytir röddinu sinni og talaði svona skringilega. En ég fíla það, því hann er hugrakkur leikari. Einmitt, nákvæmlega. Hann leikur mjög netta karaktera, eins og í Peaky Blinders, hefur þú það? Ég hef ekki séð með honum. Já, ok, ég hef ekki hort svona langt, þess að sagt. Ég ætla að við ekki neitt. Mér finnst þér ekki lélegir. Ég kemst bara inn í það. Þeir eru komin inn í það samt, oh my god. Það bara gegja þér. Ég er búin að reyna tvisvar. Tom Hardy byrja. Það? Og þetta ætti að vera dót sem ég fíla. Ég elska aðaleikarann, þess að gegja þér. Ég elska glæpadót. Elska, hvað heitir hún? Mamman, eða frænkan. Dökkarða. Nei, hún er svo nett, sko. Nornin. Ég kemst ekki inn í það. Ég veit ekki hvað það er. Ég er svona skammast mér pínum fyrir það. Af því að þetta er allt sem ég ætti að fíla. Tom Hardy kom samt ekki fyrir í seríu 2 eða 3 eða eitthvað. Já, horfður þú sérst bara á seríu 1 nokkur sinnum, eða? Nei, ég horfði á fyrstu 2 þættina. Vá. Svo leið örugglega 2 ár og ég sagði, ég bara það. Þetta eru geðveikir þættir, þú verður að horfa á, sko. Er þeir á top 10 hér? Það er top 5? Top 5, sko. Hver er besti þættir sem þú séð? Sko... Þetta er svona þín uppáhaldssería? Sense8 er geggjaðir. Já, ég kláraði það ekki. Þið cancelaðum. Veit að það er ógeðslega buggaði út. Gerðu bara 2 seríur? Já, ég held það. En svo líka Queen of the South geggjaði þetta. Queen of the South? Ég þekki það ekki. Mjög góðir. Er það leikið? Já. Hvernig þættir það? Það er svona mafíuleikur. Basically, þau eru bara leikur. Er það mafíuleikur? Er það mafíu þættir? Queen of the South. Er þá koni aðlut ekki það? Já. Og er hún eitthvað svona mafíu boss? Sko, hún verður það, en hún er fyrst sko viktum af einhverju mafíu. Geðveikið, þetta er mjög svona powering. Ok. Hún er bara tekur bara leikinu og ónar hann, sko. Og er það vandað? Mjög vel gert, sko. Hvað sástu þetta? Er þetta á Netflix? Netflix, Og svo líka elska ég How to Get Away with Murder. Já, ég nefndi ekki að sjá það. Það er líka skemmtilegt. Ég er búin að horfa á það 2, sko. Já, það? Alla seríurnar? Ok. Elska allt sem er svona eitthvað action, sko. Viltu sérst hasar eða thriller eða eitthvað frekar en eitthvað svona horror-dæmi? Já, ég get ekki horror, sko. Okkur ekki? Ég fæ bara marstræð, sko. Ég er algjör baby-draggi á hryllingsmyndið, sko. Já, er það? Hafa það svo mikil áhrif á þig? Eina hryllingsmynd sem ég get hort á er The Others. Með Nicole Kidman? Já, hefur séð hana. Já. Því oftar sem að horfa á hana, því meira mind-blowing verður þessi mynd, sko. Hún er ógeðslega góð? Hún er klikkað góð. En var hann eitthvað scary? Sko, nei og já, þú veist. Það er ekki hort á hana, svona smá drauga, sem er ekki það scary. En hún er bara svona mind-blowing, sko. Þetta er flott saga. Já. Flokkun endar. Ég þarf að sjá hann aftur. Já, nefnilega. Því oftar, ég horfa á hana eiginlega hverju einst ári með mömmu.
Já, það ekki ekki. Og því oftar sem við horfum á hann báða samanlega því meira föttu við endan sérstaklega. Já. Bara svona, what? En það voru kannski vísbendingar í myndinni. Algjörlega. Og maður, því oftar sem maður horfir það bara, býtu, já, ég er alveg búin að fatta myndina núna. En svo kemur alltaf meira eitthvað, bara, what the fuck? En eins og Sixth Sense, af því hún er söpuð. Með Bruce Willis. Sixth Sense, ég hef ekki séð það. Hefur ekki séð hana? Er það hryllingsmynd, sér þetta? Ekki beint hryllingsmynd. Nei, ok. Ég myndi kalla þetta dramadraugmynd. Ok. Og svolítið svipað, því að Others var líka svona drama. Ok, já, ég hef heyrt Sixth Sense. Hún En eitthvað skemmtilega? Já. Ok, allir horfa Þetta er mjög þekkt mynd. Ok. Ég mælum henni. Ok. Að því að þú fílar ekki svona full-blown horror. Einmitt, ég geta ekki svo. En hvað með horror? Þú voru svo hrætt við það. Mér finnst hryllingsmyndum mjög áhugaverða því það er svo misjant sumir sem ég fæ þeir elska þetta, horfa á allt. Einmitt, og getur bara hort á þetta einir. Ég er þannig. You crazy! Ég horfa kannski á hardcore hryllingsmynd einn bara að nóta. Þetta er psycho, nei. Ég er psycho. Ég er að tjóka. Það sem ég fíla á hryllingsmyndu, mér finnst bara svo áhugavert að þú getur rætt með eitthvað sem ég veit er fake. Já, einmitt. Þannig að ef að hryllingsmynd nær mér, þannig verður alveg hræddur. það er sjaldgæft í dag. Ég er búin að sjá svo margar, ég er búin að pæla svo mikið í þeim. En ef ég horfa á hryllingsmynd í dag og það er eitthvað mynd sem nær mér, eða bara eitthvað atriði, og ég fæ bara svona, shit, ég er smá hræddur. En ég veit þetta er fake, ég veit þetta er leikarar, ég veit að þessi leikar ekkert er hættu, mér finnst það bara svo töff. Og þú veist, verður ekki trættið við að fara að sofa. Nei, ég fæ aldrei margtræðir. Ok. Það er ekki svo Og ertu ekkert svona, oh my god, ég þóra ekki einn klostið og neitt. Nei, ég er ekki, þá náttúrulega væri ég ekki að horfa svo mikið á það. Ég þóra ekki að pissa. Ég er ekki þannig. Það er ekki þannig áhrif mig. En meðan ég er kannski að horfa okkur á góða hryllingsmynd, og ég finn bara svona, wow, ég bara, þú veist, ég er bara svona. Og þú eru að hreyfa, eða eitthvað. Já, það hefur svona komið fyrir. Já, ég hef lappirnar kannski á gólfinu. Já. Svo er ég að horfa okkur ógeð. Ég var bara rætt að hugsa þetta. Langar að setja lappirnar upp í stólinu núna. Já, maður setja bara borð. Þú getur gert það. En þá hef ég stundum, það hefur komið fyrir. Að mér finnst óþægt að hafa þér á gólfinu. En það er mjög sjaldgæft að gerist í dag. Ok, við hvaða mynd gerist það? Veistu það gerðist núna, það er einmitt sem ég horfði á, frá Suður-Kóreu, sem heitir, og það var þess að strákur sem kom til mín, hann Óli Bjarki, hann benti mér á þessu mynd, ég hef ekki séð hana. Hann heitir Gonjiam Haunted Asylum. Fólk sem fer inn á svona yfirgefið svona geðvikrahæli. Oh shit. Og það er svona draugagangur og eitthvað. Og það er eitt atriði í þessari mynd. Það náði mér, sko. Hvernig er atriðið? Þú sér eitthvað svona, þú sér ekki almennilega, það er eitthvað svona kall. Hann er að geða skrítur og hann er bara svona kjur í svona ógeðslegu herbyggi. Hann er bara svona kjur. Og kona sem er í herbygginu, þau eru bara tvö. Og myndin er svona, kallað svona found footage mynd. Það var sjónarnir þeirra, þau eru að gera eitthvað svona heimildaþætti eitthvað þetta asylum. Og hann er bara eitthvað svona kjur. Og hann er alltaf svona, svolítið svona afmyndaður eitthvað neginn. Og þú sérði ekki alveg nákvæmlega hvernig gaur, það er eitthvað off við hann. Og hann minnum með hans í allsber. Og hann er bara eitthvað svona. Og svo byrjar hann eitthvað að hreyfa sig aðeins. Og þú ert alltaf að bíða eftir hann komið bara hlaupandi á myndaðalinni og bara andurslóttið sem ná að mynda í þessu atriði. Kærasta mín, hún elskar hryllingsmyndir. Þetta er fyrsta mynd sem við horfum á saman, þar sem hún segir bara, veistu það, ég ætla að loka augunum, þú er bara að segja mig hvað er að gerast. Og hvað gerðist? Já, eitthvað ógeð, hann kom alltaf bara eitthvað hræðist að koma á myndaðalinni og konan lendi ykkur vesinni. Þetta var mjög óþægilegt, sko. Já, ég trúi. Það er svo ekki fyrir mig að fá svona. Já, þú ert að lítast eftir þessari tilfinningur þú horfir Já, fá eitthvað smá svona. Fá svona spennu. En finnst þér ekkert smá gaman? Það er smá gaman, en ég gæti alveg horta á þetta, en ekki einn, sko. Ekki séns? Nei, og ekki heldur ef ég verið að fara að sofa einn, sko. Og mannskjarn þarf að koma með mér að klostið. En hvað er það? Þú veist þið fake? Já, en ég lifi mig svo mikið inn í þetta, skilur. Þú veist, ég horf á bíómyndir, þá lifi ég mig hefi mikið inn í það, sko. Alveg svona hvernig bíómynd? Já. Ég er bara í bíómyndinni bara. Og veist, þegar ég er að horfa á að fólk er að kyssast, þá er ég alveg bara. Ertu inn í kossunum? Já. Er það? Ég lifi mig svona mikið inn í þetta, sko. Þannig að lifir þið jafn mikið, ef þú ert að horfa okkur svona rómansmynd, lifir þið jafn mikið inn í það, eins og sci-fi mynd eða hryllingsmynd, ertu alltaf bara gett inn í myndinni? Ég held í dæmi svona rómansmyndir aðeins meira, sko. Mér finnst það ekki jafn skemmtilega, ef myndin er skemmtileg þá er ég bara inn í henni, sko.
En fílar ekki svona rómastótt? Jú, sumarinn, ekki mikið og ég gerði. Finnst þetta að vera eitthvað svona bull bara? Nei, bara svona, þetta er svona klísukendari, sko. En ég elska Titanic, hún er svo listræn, sko. Hún er svo classic, old school, oh shit, hann er að mála hana nakt, wow. Það er geggjað. Finnst þú nú rómatísk, sú mynd? Já. Ok. En það er líka svo margt í henni, þetta er ekki bara ástar. Nei, nákvæmlega, það er alls konar að skýja. Já. Og svo líka með Leonardo DiCaprio og Kate Winslet, flotti leikara, geggja chemistry, milli þeirra. Og það, veist, tragic endir og veist, bara allt geggja. En þá ætlum ég að spyrja þig, að því að þú fílar Titanic, að það kom einn konu til mín sem er Erna, Ernu Land, hún var að tala um Titanic og hún vildi fá framhaldsmynd. Hún vildi fá, hún vildi að hann myndi lifa af. Já, ok. Hún vildi fá framhaldsmynd, hún vildi sjá börnir þeirra. Nei, hvað heimilið? Ef það kæmi svona sko, ef hann hefði ekki dáið henni. Já, ef hann hefði ekki dáið. Hann drukknar, skilur, eða fríst í döða. En það er svo mikið artistic way að hann hefði dáið, sko. En fannst þér ekki að hann hefði komist fyrir á flekan? Hann hefði alveg getað komist fyrir á þetta, sko. En ég meina kannski, veist, ef þetta er byggt af, veist, einhver Sannir sögu? Já, þá kannski, veist, var þetta allt öðru sig. Ég held reyndar að... Kannski var hann svo kalt að hann komst ekki upp og gæti ekki hreyft sig, veist, ég veit ekki. Ég held reyndar að auðvitað Titanic skipið til og það sökk og fólk dó, en ég held samt að þeirra saga sé bara uppspunni. Ég held að leikstuna bara búið það til, skilur við. Bara svona til þess að hafa þetta áhugavert. Já, bara bjóð til eitthvað fake samband, skilur við, fyrir myndina. Til að gera Titanic eitthvað mikilvægt. Já, í rauninu, bara þess að setja svona mannlegan svip á þetta sliðis. Ég held sem var rétt mál. En mér finnst að finna því að ég er búin að sjá á netinu eitthvað svona memes. Það er svona fólk er að sína alls konar stellingar. Sem hann hefði getað komið sífinn. Já, að þau þá passað ón á, þetta var eitthvað hurðið eða flekið eitthvað. Eins og hafi verið pláss fyrir þau bæði, sko. Algjörlega. Hún hataði hann í rauninni. Er hægt að segja að hún hafi pínu drepið hann? Eiginlega, sko. Nei. Einhverju leyti. En ég verði að veikina það, þegar ég horfði á myndina, ég pældi ekki þessu þá. Nei, út um að það var svo mikið inni í þessu. Já, ég bara hugsaði mér, það er kannski ekkert að fleka. Ég var samt alveg bara svona, ég var alveg síðan nokkur sinnum, og eitthvað skipti var ég alveg bara, og því ég lifið mér svo mikið inni, þá var ég bara öskrandi á skjáðum, bara, halló, drekna niður. Já, ertu þannig? Ég er mjög mikið þannig. Ferðu oft í bíó? Já, ég hef bara gætið mannskir í bíó. Já, það var mín næsta spurning. Ef ég færi með þér í bíó, eða þess að þú er í sama sal, væri ég bara svona, hvað er aðeins að stelpa? Já. Þú ert þannig? Ég er samt, sko, reyna að passa mig, en stundum bara svona drepstjól hlátri, eða bara svona öskra, og stundum hefða samt alveg jákvæð áhrif á salin, sko, sumir eru það bara kannski hlæja með mér, hlæja með mér, hlæja að mér eitthvað. En það er alltaf að hlæja ef þetta er grínmyndið, þetta er eitthvað fyndið, en ef þú ert bara að hlæja til svo pirrandi, er þetta þannig? Nei, ég er ekki reyna, sko. Ég er bara að lifa mér svo mikið inni, sko. En ef þú færir á, ég veit þú ert ekki fyrir hilsmyndir, en ef þú færir á hilsmynd, hefur þú farið á þessu í bíó? Já. Og ertu þá bara öskrandi allan tíman? Ekki allan tíman, stundum já. Og alveg svolítið mikið? Ekki eitthvað svona, en bara þegar kemur bragðudæmi, þá öskra ég alveg bara, og myndir að grípa í næstu manneskju? Já. Þú veist þannig? En eins og gráta? Grætur myndum? Já. Það? En þú veist, ég græt, sko, þegar ég er eitthvað mjög sad, sko. Eins og sumir gráta þegar ekki gerist eitthvað svona get happy, en þá er ég bara svona, ok, no face. En... Það er bara pokerface? Já, en þegar er eitthvað sad, þá er ég bara bawling, sko. Hvað kallar það sad? Er það með eitthvað missi barnið sitt eða eitthvað fær krabba með? Það er crazy. Já. Ég er bara að spyrja þig. Já, þú veist líka bara svona, ef ég sé aðra manneskju gráta í bíómynd, þá gráti ég. Ef það er eitthvað svona, ef ég finn bara hvað hún finnur. Það hefur mikil áhrif á þig. Ef þú sér bara einhverja leikona eða leikara gráta. Ef ég finn til með henni, þá græti ég líka. En er einhver mynd sem mannst eftir sem þú fórst að gráta yfir? Notebook. Ég veist það, ég átti að sjá hana. Já. Mér langar samt að sjá hana. Já. En er hún, það sem ég pínur hræddur er hún, að ég er alveg til í romantískt, en ég er ekki hrifin af mjög væmnu dóti. Hún er mjög væmn, sko. Er það? Er hún ekki bara romantísk? Jú, líka, en hún er mjög væmn, sko, veist. Þú var eiginlega að horfa hana þegar þú ert ástfangin, sko.
Ég ástofnginn í dag, hann það. Já, kannski þarf það líka að vera kona eða eitthvað, ég veit ekki. Nei, en svo fyndi, þetta er kannski að ég er hann eldri. En í dag, sérstaklega eftir að við eignumst litla strákin okkar, ég er orðið miklu viðkvæmari. Nákvæmlega, hefur mér tilfinningar, krúllegt. Ég er alltaf haft tilfinningar. Hefur bara meiri. Ég er viðkvæmari. Já. Og það er minna til. Það er magna. Ég meina, við vorum að horfa núna á American Idol. Já. Bara eitthvað svona söngvakeppni, eitthvað. Ertu þannig að ég var ekki þannig. En núna, ég er ekkert eitthvað hágrandi. En þú farið alveg tár. Ég fæ svona eitthvað. Ég fæ ekki verið svoleiðis. Hvað er þetta með mig? Þetta er út af því að við eignum spandið. Já, hún var þú ófrísk. pappi núna. Já, ég held það. Líka ein mynd sem ég grét hefi mikið yfir, Walk the Line. Please segja mér að þú sé Walk the Line. Ég er búin að sé hana. Já, Johnny Cash. Já. Ég man samt ekki. Þegar bróðir hans dó, shit. Fórstu að gráta þá? Ertu að grínast? Bara hágráta, sko. En þegar þú segir hágráta, ertu alveg bara, þú veist þannig. Ekkert eitthvað skælandi, en það er bara báling úr augunum á mér. Ég reyna að halda þið inni og alveg með kökk í hásilum og eitthvað. Sérstaklega upp fyrir framan aðra. En ok, segjum að ég var við hliðinar, við varum kannski sama sófa. Ég myndi ekki horfa á þig. Þú myndir ekkert heyra nema bara. Já, ok, ég myndi bara heyra svo leiðis. Já. Ok. Ég reyna alltaf að fela það, sko. Ég reyna að fela. Þegar fólk segir hágráta, þá sé ég alltaf fyrir bara, skilur. Það er alveg komið fyrir, en kannski bara ein, en ég er ekkert eitthvað skælandi, þótti græt vennilega, þá var þetta skæli ekkert, skilur. Já, ég skilji. En finnst þér þegar þú grætur upp í bíómynd, finnst þér þetta að vera eitthvað svona losun? Eða ertu bara eitthvað svona, hvað er ég að gráta þessu? Þetta er bara bíómynd. Ég veit það ekki. Aldrei belti. Þetta er mjög djúp pæling. Já. Ó, kannski er þetta eitthvað losun. Sjís. Og finnst þér munur á grátu við bíómynd eða gráti í alvörunni? Mér finnst það munur, sko. Já, það er munur. En það getur verið alveg einhver losun bara. Ég veit það ekki. Já, þú pælið í þessu, því þú sagðir eitthvað, já, ég græt oft ef það er eitthvað sorglegt. Emmett. Því ég hef ekki grátið oft við bíómynd. Nei, emmett. Ekki það að ég er þykist eitthvað harður, það er sjálfgætt að gerist. Emmett. En svo í seinni tíð, þá var alveg bara, ég táraðist yfir Coca-Cola auglýsingu þegar kærastinn var Er það grínast? Ég er ekki að grínast. Akkurri? Hún var mjög falleg þessu auglýsingu. Já, ok. Það var eitthvað mjög svona pappa, hann var hann að komast aftur til dóttur sinnar. Já, ég skilji. Skilur þú? Ég átti bara ekkert breyk. Emmett. Og þessi auglýsingu var bara gerð til að láta mig fara grenn. En hefur þessi Sons of Anarchy? Já. Ekki allt samt. Ég gafst þau. Er það grínast í endurinum er klikkað, sko? Má ég spoila? Nei, má ekki spoila. Jú, spoiler, við skulum bara vara fólk við. Ok, spoiler alert. Sons of Anarchy, þetta eru 10 ára gamla þættir eða eitthvað. Já. Spoiler alert fyrir endálíkinn á Sons of Anarchy. Ertu ekki að fara að spoila endanum? Ok. Mamman tekur svona gaffal og tekur hausinn á konans, setur það í vaskinn og stingur hana í hausinn bara dreipar hana. Mömmu barnana þess og eitthvað. Býtu, er það, svo var drepinn, er það Kærastinn hans Jax? Já. Okkur var hann að drepa hana? Og þá var með eitthvað rangamynd og hún var að gera eitthvað sem hún var ekki að gera og hann þurfti síðan að skjóta mömmu sína. Og fórst að gráta þegar að kona á drepinn eða mamman? Konan. En ég elskaði mömmunan, hún átti ekki að vera að drepa konuna, skilur ég. En varst alveg bara eitthvað geðveitt sorgmætt? Já, líka bara svona sjokki, sko. En ég greit mjög mikið yfir þessum þáttum, sérstaklega þegar hvað heitir hann? Obito, oh my god. Sjá, ég vissi það mér svo samt nákvæmlega. Fórst að gráta? Ég sá það ekki. Sástu það ekki? Nei. Heppinn maður, það er eitthvað sem ég vil önsjá. Ég fór fram bara að hágráðum, þá bjóð ég hjá mömmu nokkrum árum. Mamma bara, hvað er það? Ég bara, hann dó! Og það var ég skælandi, sko. Hún bara, hver dó? Allir sjokki, ég bara, Obi! Hún bara, ertu að tala með einhverju þáttum? Það var ekki að byrja. Ég bara, já! Hún bara, oh my god. En það er svona magnað. Þú, eins og segi, þú veist þetta er fake, leikarinn er ekki dáinn, en það hefur það mikið áhrif á þig að þú bara fyrir að gráta. Mér finnst það er sem er svo gæðið bíómynd. Já, þú veist, þetta er magnað. Og það, já, þetta er magnað, þetta er bara leiki. En eins og með bíómyndir versus sjónvarpsþættir, þú veist, horfur meira í dag á sjónvarpsþætti eða bíómyndir? Þætti. Þætti? Þú veist, ég meina svona þegar ég með öðru fólki á horfumyndir.
En þú ert ein þætti. Já. Og þú sagðist ekki horfa á American Idol? Eða svona þannig þætti? Ég horfi ekkert, jú, stundum, en ég vel þá ekkert. Ég frekar horfa á Real Housewives of New York City. Já, ok, þannig að þú horfur alveg á eitthvað svona raunveruleika sjónvarp. Já. Kannski ekki beint svona einhverja keppnir. Einmitt. En ég hef alveg séð það, skilur, en ég vel það bara ekki. Nei. Nema þegar var hann hvað þættir er, eitthvað svona rap þættir, keppni. Það var gerð Cardi B í því og... Var gerð eitthvað svona rap keppni? Aha, þú verður að sjá það á Netflix. Eitthvað rhythm, eitthvað. Ég elska svona keppnir. Einmitt. Mér finnst það skemmtilegt. Cardi B er ógeðslega fyndin í þessu þáttum, sko. Hvernig fílar hana? Ég fíla hana, sko. Er hún ekki alltaf að lenda í ykkur vesinni? Jú, ég fíla það við hana. Hún er alltaf bara slást og bara svona... Ég fíla það, sko. Ef ég man rétt, var það ekki Cardi B... Á hún okkur kallið það ekki? Jú, Offset. Og voru ekki að gefa hvort öðru eitthvað svona peningabúnti, er ég að ruggla? Já, ok, getur vel verið. Það var eitthvað svona, hvort það var í jólagjöf, þá opnaði hann, ég kan segja eitthvað kjæft hann var, opnaði hann eitthvað svona skáp, það var eitthvað surprise, fullt af eitthvað svona peningabúntum og fólk á bara eitthvað svona, hvað er það flonta öllum þessum seðlum að fullt af fólki sem á ekki krónu og eitthvað svona. Já. Þú hefur gert það? Nei, ekki held að vera Cardi B. Já, þú veist líka, í læginu mínu Reel, þá sjátt þetta ég, veist, Cardi B, eða segir svona, pull a Cardi B and throw my shoe at you. Hún er alltaf að kasta, veist, skonnir í mig fólk. Veitu hvað er það random fólk? Nei, fólk sem er eitthvað gógskilu. Veitu bara út að götu eða? Nei, eins og á einhverju svona verðluna afhendingadæmi á Rauða Dreglinum, þá kastaði hann skó í hérna Nicki Minaj og Cardi B fæk kúlu hérna af hérna verðinum hennar Nicki. Gaf henni bara olbóðskotið eða eitthvað? Hann var bara vendan af óvart fór í hana. Hún var bara með huge kúlu í hana. En býttu var þetta ekki að segja, Cardi B hendi skó í Nicki Minaj en Nicki Minaj meiddi sig ekkert? Nei. En Cardi B meiddi sig? En var það ekki bara gott á hana? Byrjaði hún því? Jú, eiginlega, veist, beefið við Cardi B og Nicki var bara legendary og ég var alltaf tím Nicki. Mér fannst magna hvað margir voru alltaf bara nei, Cardi B, mi. Hvað snerist þetta beef? Cardi B var svolítið svona hún var eitthvað, ok, hún fór á lag Nicki Minaj með Migos og Cardi B og maðurinn hennar Cardi B er í Migos og Nicki Minaj átti að hafa dissað Cardi í textanum á þessu lagi og þannig Nicki þurfti að breyta textanum sínum, hún var eins og ekki að dissa hana og var basically ekki henni hrós. Hún var ekki að dissa hana? Nei, en Cardi B, henni fannst hún vera á sama stöðli og Nicki, skilju. En Nicki var bara eitthvað, ok, þú skrifar einskið þína í einn text og var bara að geta expose hana eitthvað. Hvað finnst þér svona beef sem í rapphænum? Mér finnst það mjög entertaining. Þið finnst það skemmtilega? En mér finnst samt líka að, þú veist, það er alveg óþarfi fyrir þessu, þú veist, akkur ekki vinna saman og empowera hvort annað, þú veist. Eins og meira í dag, skilju. Já, það ekki? Eins og Íslandi, þetta ekki, Haukur H kom til mín, Kíló kom til mín, þú veist, það var eitthvað smá svona skot þeirra á milli, en ekki illa meint. Einmitt. Það meira svona bara upp á fönnið. Einmitt. Ég fíla það. En þegar menn er að taka þetta það langt þegar þeir eru að skjóta okkur annan. Það er svolítið barnalegt, sko. Já, mér finnst það fáránlegt. Ég meina, það hefur alveg gerst í Bandaríkjunum. Nákvæmlega. Er þetta ekki rétt sem er? Jú, eins og þessi frægur rapparar. Algjörlega. Hefur þetta ekki verið út af eitthvað svona bífi? Algjörlega. Þetta er hérna fáránlegt. Þú veist, þeir hættu að vera vinir og bara þetta eitthvað rappbífi, þú veist, come on, grow up. Þú veist, það skiptir einhver máli. Nákvæmlega. Fáránlegt. Hvernig fílað þú þegar rapparar byrja að leiki í ykkur dóti? Mér finnst það hella. Eins og Nicki Minaj hefur leikið í einhverju og gera mjög vel, sko. Já, þegar þú segir hella, ertu að tala um þið finnst það cool? Já. Já, þú veit ekki eitthvað, það er hella, það er svo lélegt. Nei. Er það setninga? Það er hella, það er svo lélegt. Ég er svo gaman, ég er bara að spyrja þig. Þú voru að útskýra fyrir mig þetta lingo. Ok. Nei, ok, ef ég myndi segja hella, þá myndi ég túlka það sem jákvætt. Já, nákvæmlega. En þessu ef ég segi til dæmis, ástæði ég líka að spyrja þegar ég lenti daginn í einu þætti af mér. Ok. Strákur svo hjá mér, hann sagði eitthvað mynd. Og ég sagði, já, hún er biluð. Og ég meinti það sem jákvætt, nákvæmlega. Hann bara, býtu, hvað meinar biluð, hún skölluð Biluð gölluð. Þú veist, ég var bara eitthvað, nei, hún er biluð mynd, skilur þau. Nei, hún þurfti að vera í viðgerð.
hann var að spura hvort ég að vera að tala að vera illa skrifuð eða eitthvað. Okay. En mér fannst bara svo, ég tengið alltaf eitthvað jákvætt. Þannig að þegar þú sér hellað, ég nota það sjaldan það orð sjálfur. Ég vil bara fá þetta hreint. Þannig að þér finnst að vera jákvætt. Mér finnst það nett, sko. En eins og 50 Cent, hvernig fílar hann? Hann nettur, sko. En hann ennþá að gera tónlist, eða? Já, það ekki. En það? Ég held það. Ok. Mér finnst gömlu lögin hans hefði nett, sko. Og hann influensaði mig líka, ég ólst upp á þessu tíma sem Eminem og 50 voru að gera sín hluti, skilju. Þannig, hann mjög nettur, sko. En þú fílar Eminem meira? Hann nær meira til mín, hann meira svona djúpur og ég get hlusta á hann og bara svona, wow. Er þetta þannig texta hans? Já. En mörg lög með 50 alveg, svona skemmtilegri, skilju. Ég bara svona, eins og In the Club. Einmitt. Ég að koma með einhverja eldgömmul lög. Ég svo gamall. Ég sammála, skilur. Mér finnst þessi gömul lög með þeim, skilur, mest það best, sko. En þessu Eminem í dag, ég meina, hann orðið alveg... hann old man. Hann 49 ára, eða ekki? Er hann 49 ára? Hann fætt í 72. Ok. Hann verða 49, eða ekki? Nú ertu... Það er ég að fara að reikna. Já, ég veit ég nenni ekki. I don't know. Segjum bara 49. Það er svo ekki pressa myndálar hjá okkur og mækar. Byrju blaðapenna. Já, en hann er alveg þetta gamall. Já, ok. Hvernig finnst þér svo þegar rappar svona gamlir? Er þetta ekki bara Young Man's Game? Sko, ég meina Nicki. Hún ekkert gömul. Hún alveg 40 eða eitthvað. Aha. Hún Er hún eldri en ég? Ég verð 38 núna í ár, sko. Já, er hún ekki 40? Hún Nicki Minaj ekki 40 ára. Ok, hann nálgast alveg þá. Já, hún kannski 35. Hún alveg að gera góð hluti en þá. Ég held að þetta sé ekkert bara Young Man's Game. Jay-Z gerir alveg stundum góð hluti en þá. Ok, hann enda útla svolur. Hvernig fílar þau tvö? Beyoncé og Jay-Z? Ég elska þau, sko. Samt einu sinni, þegar hann var að halda fram hjá henni, þá dæmdi hann ekki mikið fyrir að vera með honum með þá, sko. Býtu, var það staðfest? Já, hún hefur ekki hlust á lögin hennar. Nei. Ok, hún alveg að tala það líka, en mér finnst nett hvernig hún var svona empowering og bara svona dissan. En það náttúrulega bara ekkert mitt að dæma að hún sé með honum, sko, þegar fjölskyldu og okkur. Þannig ég bara svona... Ég held að ég svo lítið inn í eitthvað svona slúðri og eitthvað. Ég bara, Jay-Z, ég held að fram hjá henni. Síðasta lag sem ég hlustaði með Beyoncé, það er eiginlega bara... Já, það var eiginlega, ekki Drunken Love sem þau gerðu saman. Já, það var eftir að hann held fram hjá henni. Það var eftir hann held fram hjá henni? Það er geggjað lag. Það er geggjað lag. Sjöðu, þannig var alveg gamall þegar hann gerði það samt hella lag og hann með hella bars. En hann líka, hann ekki svolítið einst eins og Kanye West og þessu gaurar? Setur maður ekki þá fyrir ofan 50 til dæmis? Jú. Upp á svona talent. Er ég að rugla? Nú er eitthvað hlusta á þetta að öskra mig. Hvað er þetta að segja? Mér finnst Jay-Z meira svona business maður þegar það kemur að rappinu. Mér finnst 50 hafa meira svona gaman. Rappa. Já, einmitt. Hann er aðeins meira þannig. En eins og Kanye West, hvernig fílar hann? Elskan. En ég fílaði hann meira þegar hann var bara ekki trætt við að vera hann sjálfur. Sko. En er hann eitthvað hræddur við það? Hann bara, veit ekki, kannski bara meira stjórn á hann í dag. Það má ekki segja þetta á Twitter og jari. En núna er þetta mjög opinbert eins og þegar hann og Kim. Hvernig fílar Kim Kardashian? Hún er flott, sko. Að þú fílar hana? Og þetta veldi sem þar eru búin að búa til? Mér finnst það mjög sniðugt hjá þeim. Og ef einhver hefur eitthvað út að segja, þá finnst mér fólk bara að bá, sko. Ég meina, ef þú getur gert þetta, myndið þú ekki líka gera þetta? Ekki allt sem þær gera, en þú veist bara svona búa til svona power, þú veist bara svona fyrir sjálfa líka peningum og bara svona lifa góða lífi, skilur. Hvað er þau að gera rátt, eiginlega? Þessu sem ekki gera þetta rátt? Nei. En þá ætti ég líka að spyrja þessu út í eitt, af því það er sem þú talaði með svo fyrirmyndir. Og ef þú ert eitthvað fyrirmynd, þá er það að passa hvað þú segir, passa hvað þú gerir. Responsibility. Já, og eins og samfélagsmiðla, passa hvað þú postar og svona. Hvað finnst þú það eins og svona fyrirmyndir? Þú veist, finnst þér, eins og bara Kim Kardashian, þú veist, finnst þér hún ber eitthvað ábyrgð? Þú veist, finnst þér eins og hún þurfa að passa sig ekstra? Að vissu leyti, en eins og Rihanna sagði, þú veist, hún sagði einhvern tímann, þú veist, ég er ekki hérna til að vera fyrirmynd fyrir barnið, skilur. Ég er bara að lifa lífið mínu, gera það sem ég vil gera.
Foreldrar bera ábyrgð á börnunum sínum, skilur. Ég meira þar. Einmitt. Ég ekki að segja, ég fyrirmyndir svo Rihanna, en eins og það sem hún segir, ég skil Einmitt, það að þetta fólk, alls hver það ert, ég held að sé mjög fáið sem biðja mér og ég ætla að vera fyrirmynd. Nákvæmlega bara herru, ég ætla að vera fyrirmynd allra og that's my job. Fólk verður bara automatically, skilur, svona eitthvað icons, skilur. En ég minna fyrst er sangjant, eins og með svona fólk. Ef að Rihanna postar eitthvað sexy mynd af sér eða eitthvað. Bara eitthvað guð, þú er að fara eitthvað föt, þú slæm fyrirmynd fyrir unga stelpur. Og ef maður pælir í, af hverju er hann slæm fyrirmynd að vera ekki miklu fötum, það er ekki meira bara svona empowering. Það er bara kallar, kannski, eða sumar konur sem að sexualisa bara fólk, skilur. Þegar, ok, það má einhver vera sexy, annars þú sexualisa. Hvað meinar með því? Að sexualisa. Það er basically eins og slutshama en bara svona miklu dýpri meining. Við fæðum snakin, það er bara heiminn sem að sexualisar okkur basically. Mér finnst nakin líka með mjög mikið art, skilur, Rihanna nakin er mjög fallegt, það þarf ekki að vera eitthvað kynferðislegt, skilur. Já, þú meina það. En eins og kannski sögum myndir, tökum hana bara sem dæmi, ekki að tala um hana, hún kannski tekur eitthvað myndir, og þær eru kannski gerðar svolítið sexy. Hún má alveg vera sexy, konum finnst gaman að vera sexy og líða sexy. En er það rámt ef ég sé þessa mynd? Og ég er bara eitthvað, wow, hún er ekki smá sexy. Nei, þú mátt alveg sjá hana sexy, en þú þarft ekki að byrja að slutshama hana, skilur. Já, ég hugsa bara hvernig á, akkur er hún að vera sexy, hvað er að henni, langar henni í athygli eða hvað er að? Já, þú meinar að munurinn sá að ég get hort á þessa mynd. Og bara finnst þetta svona flott. Já, ég hugsa með mér, vá, hún er ekkert flott. Og hin hliðin er þá, eitthvað, hvað er nokkuð drusla? Nákvæmlega. Hvað er hann að gera, hvað er hann að glenna sig? Eitthvað þannig. Já, það er ekki þörf fyrir mér. Nei, nákvæmlega. Frekar horf ég bara eitthvað, vá, flott kona. Nákvæmlega, og bara svona double tap, ok, höldum áfram. Sumir eru bara svona, hvað heldur hún að sé, akkur hann að sína þessi líkamann, bara svona, hún gives a shit. En þá kom inn á eitt sem truflaði mig rosalega, og það er hvað fólk, sumt fólk, nennir að pæla svo mikið öðru fólki. Nákvæmlega, það segir bara helling það fólk, skilur. Ég næs ekki. Ef þú ert ekki að skaða þeirra, þú ert ekki að drepa ykkur með að berja ykkur. Nákvæmlega, lefið það öðrum að gera það sem við vilja. Mér var drullu sama hvað fólk gerir. Amen, nákvæmlega. Af hverju hugsa ég þetta svo? Nákvæmlega, we got this. Í samfundið þetta, ég ætti að segja það að við þurfum ekki allar eins, við þurfum allar að hugsa eins. En bara svona, fólk þarf að skoða þessu. Og líka, ef þú ert svona manneskja sem pælir í rosalega mikið hvað þessi er að gera og nágrannin og þetta fræ og eitthvað svona, þér líður ekki vel. Nákvæmlega, það segir helling þeir, skilur, þá á manneskinu bara ekkert mikið líf og líður eins og segir, ekkert vel með sjálf sér, skilur. Nei, af því ef þér líður vel, þú ert ekki að pæla öðrum. Nei, nákvæmlega, þú veist alltaf upptekinn að pæla sjálf og lífinu að hafa gaman, skilur. Þetta er svo, ég man ekki hver sagði það, ég hef stundum sagt þessa línu, þetta er svo Michael Jordan, hann er ekki að posta ykkur komment á YouTube að drulli yfir. Nei, nákvæmlega, come on, nákvæmlega. Skilur þau? Amen. Hann er bara að gera sitt þeng. Nákvæmlega, ég set það fyrir. Skróla hennar, hvað er þessi gerð? Nákvæmlega, einhver multimillionaire búin að afreika þvílítið sínu lífi. Nákvæmlega. Drulli yfir eitthvað á YouTube. Nákvæmlega, fólk ætti að hætta að einbytta sér að drulli við hann á fólkanetinu og fara að make money. Eða follow your passion or whatever. Já. Bara hægt að pæla svona í, þetta fessu töðan mér. En ég hef lúmst gaman að því að lesa kannski Vísi eða DFF eða Facebook, kemur ykkur grein. Og ég hugsa mér, jæja, herru, þetta verður eitthvað bíó. Það er kannski einhver kona sem postaði, þetta er svo Þórunn Antoni, hún postaði eitthvað mynd þessar jólunum, hún var eitthvað svona undirfötum. Og ég hugsa mér, ok, núna verður bíó að lesa komment. Já, ég skilji. Þetta er bara mig ekkert, hún maður gera sem, mér er slétt saman hvað hún gerir. En það er svo gaman að þetta fylgjast með umræðinu, maður er bara svona, come on, hefur ekkert betra að gera. Nákvæmlega. En að drulli yfir eitthvað manneskjur þú þekkir ekki raskat. Nákvæmlega. Bókstaflega, ef við myndum eyða jafnmiklum tíma í það og, þú veist, einbytta sér sjálfur sér, vinni sjálfur sér, væri hellingsmennur, sko. Ég alveg tala, þetta er ótrúlega, sko. Fyrir maður sættir í bíómyndir. Mér stann svo gaman, fara út um allt. Já. Þú talaði um Titanic. Walk the Line fílaðir.
elska hana, síðan mörg sinum. Hvað með eitthvað aðra myndir? Crybaby, hefur séð hana? Með Johnny Depp? Nei, vá. Hún er svo geggjuð. Ég held hún það er uppáhaldsmyndin mín nummer 1, sko. Allar tíma? Mér finnst það geggjað, ég hef ekki séð hana. Oh my god. Við kynna fúslega, en hún er aldrei nefnd á nafn, þessi mynd, í þessar podcast-þætti. Besta mynd ever. Ég horfði á hana repeat, bókstafla og kunni, allt utan af þegar ég var yngri. Hvað er þessi mynd, svona stuttumáli? Hún er bad boy sem breytir góðri stelpu í bad bitch. Það? Kynnist hann svona góðri stelpu og breytir henni í eitthvað svona bad girl. Já, eiginlega. Og í endan er hún bara eitthvað, það var hann í fangelsi og hún er fyrir utan einhver sexy kjól og bara Please, Mr. Jailer, won't you let my man go free? Er það söngumynd? Já. Ég vissi það ekki. Ég maður bara til cover. Hann svona breytir henni kannski ekki per se bad bitch, hann svona kemur henni úr skilinu sinni. Fattur þau? Já, ég skil. Hún átti svona stranga fóldur og hún þorði ekki að vera hún sjálf. Og hún kynnist honum og þá var hann að opna sig. Já, ok. Það meika meira sens að hún var breytt inn í einhvern glæpamann. Einmitt, nei. Ég sá það fyrir mig. Já, nei. Slæm manneskja. Ok, bad bitch, það er ekki glæpamaður. Það er bara cool bitch. Já. En svo, sorry, orðið bitch. Er það jákvæmt að neikvæmt eftir hvernig notar það? Eftir hvernig við notar það, algjörlega. Eins og bad bitch, það er gott. En ef það er bara bitch, það er ekki jákvæmt, skilu. Og mér finnst, já, eins og, ég þoli ekki það, sem er bara eitthvað, hey bitch. Nei, það er ekki svona mig, skilu. Mér finnst það sko... En svona bitch, sérstaklega þegar strákar segja það, það fer mjög mikið í mig, sko. Þú bara bitch? Nei, ef eitthvað gæði segja við? Já, bara þú segir bara svona, heilsa manni bara, hey bitch. Svona, nei, þú talar ekki svona mig, skilju, what? Finnst þér að vera svona eitthvað vanvirðing í því? Algjörlega. En ef hann segir þetta... Ef hann kallar mig bad bitch, það er aðeins meira í lagi, eða boss bitch, en samt ætti hann bara ekki að segja orðið bitch. En er það öðru sér ef að kona myndi kalla það bitch? Algjörlega. Vinkonum mínu með að kalla mig bitch. En þá er hún líka, hún er að meina jákvæð, skilju. Hún bara, oh my god, bitch! You know what happened? Ok, þannig að það er í lagi. Já. Mér finnst það bláhóverð það því ég var að taka upp með kíló daginn í félagi minnum og tala um þetta orð bitch. Og hann sagði að kallar á konu getur alveg bitch. Þú veist, þetta er ekki bara fyrir konur. Þú veist, hann getur kallað mig bitch. Einmitt. Skilur þau? En eins og motherfucker, hvernig veist það orð? Elska, motherfucker. En er það alltaf slæmt eða er það stundum góð? Eins og eða bad motherfucker. Nákvæmlega, það er gott, sko. Það er ross. Það er gott. Mamma kallaði mig motherfucker daginn út af, ég vinn svo hart, skilur, vakna ekki að svona morgun og bara fullu, hún bara, þú ert motherfucker. Ég var bara svona, yeah. Og hvað leiði þér? Motherfucker. Það er maður að pæla þessu orði. Motherfucker. Einmitt. Það er kannski ekki svakalega jákvæð. Einmitt. En svo er líka spurning, ef maður setur alltaf bad fyrir svona orð. Nákvæmlega, bad motherfucker. Er það allt, er það alltaf hross? Já, heilega, sko. Það getur verið. En þú veist, ef þú kallar gaur samt bitch, það er aldrei hrós, sko. Nei, ég hugsa ekki. Heldur ekki, nema að það var kannski, þú veist, hommi eitthvað og myndi kalla hann bad bitch, það er hlæði. Ég verður ekki prófa það. Nei. Þeir sem ég þekki sem eru samkynhneigðir, ég hef ekki prófa að kalla það eitthvað bad bitch eða eitthvað. Ég segi bara ekki oft við fólk bitch. Nei, nákvæmlega. Bara mjög sjálfgæð. En mér finnst það samt, ég veit ekki okkur, mér finnst það skemmtilegt orð. Orðið sjálft. Og þá er ekki að meina einhverju vanvirðingu sem fylgir því. Og eins og bad bitch. Nei, maður getur líka notað þetta á svo margan hátt, skilur við. Bara mjög mikið hátt, þú veist. Bara, hey bitch, eða bara, oh my god, bitch, you know what? Og svona mismunandi áherslur. Bitch, þú veist, alls konar. En eins og þetta eitthvað, bitch, er það gott? Bitch, þú veist, það fer eftir, ef kannski, þú veist, einhverju er móðgæða bara svona, bitch, what? Eða kannski bara svona, bitch, hvað meinarðu? Shit, ég elska hvað við erum að tala um eitthvað rugl. Já. En uppáhalds orðið mitt, bara allar tíma, er fuck. Einmitt, það er þetta notað líka. Það er að gera svo mikið með þetta orð. Þú getur sagt, eins og motherfucker, svona smá útgáfa af fokki. Þú getur sagt eitthvað, ekki fokki mér, ég ætla að fokki þér, eða ég ætla að fokka þér upp.
Amen. Og líka, þú veist, maður fær svo mikla útrás að segja þetta og þetta er svo hart orðin og fuck, skilur við. Heldur bara svona bits með beach. Þú veist, það er svo smooth. Ég heyrði einu sinni, þetta er bara, mér fannst þetta svo fyndið. Ég bjó í New York, stundum tíma. Bjóð þar í 3 mánuði. Og bjóð í Brooklyn. Nice. Og eitt kvöldið, mér varst það mjög áhugavert að það sem ég var að leigja herbyggi, ég get svo svara, ég var eini hvíti maðurinn bara í götunni. Já. Mér varst að gegja það. Það ekki? Og svo viðbrið fyrir mig, eins og Íslandi er náttúrulega flesti hvítir í það. Mér varst bara gaman að prófa að vera bara eitthvað, vá, mér leiðstundum bara sem ég væri bara eitthvað bíómynd. Svo heyrði ég eitt kvöldið, þetta er svo fyndið, þá heyri ég, það var konu og kallar að rífast. Fyrir utan húsið, ég var bara að fara að sofa. Já. Og svo heyri ég bara gæjan öskra, I will fuck you up. I will fuck you up. Og ég veit, ég er ekki að hlæja af því að hann hótaði konur ofbeldi. En bara svona... Þau voru eitthvað að rífast, ég heyri ekki hvað það er að segja. Það er bara svona, svo allt ég bara öskra, I will fuck you up. Og ég hlóð svo mikið. Það er bara geggjum setning. Herru, svona í lokin. Komdu með eitthvað aðra upp á smið. Þú erum með Crybaby. Komdu með eitthvað sem ég er búin að sjá. Ok. Sem ég er búin að sjá. Birds of Prey. Fannst þú hún góð? Ég elska hana. Er það? Og það er svona female empowering. Mér finnst það bara svo illa gert í þessari mynd. Já, ég skilji. Þú veist, ég var aðeins tala um þetta. Female empowerment í þessu þætti. Kill Bill, sástu þær? Já, það er geggjaðar. Mér finnst það að vera líka female empowerment. En, mér finnst það bara svo vel gert. Já, nákvæmlega. Skilur við? Nákvæmlega. En varst þú bara sokkin inn í Birds of Prey? Því mér fannst hún, bara því mér fannst hún ekki góð. Skilji. En varst alveg sokkin inn í bara, já, you go girl, svona þannig feeling. Já. Hún virkaði fyrir þig. Og líka ég fílaði hvað, þú veist, hún var Harley Quinn fucking crazy. Ég elska svona fólk sem bara klikkað, sko. Elskar að klikka fólk. Sérstaklega bíómyndum, þú veist, ekki... Nei. Ekki alveg með mér. Þannig að þú fílaði Joker, hann var klikkaður. Fílaði Harley Quinn, hún er klikkuð. The Legends. Ok, en einhver annar mynd? En svo eitthvað sci-fi, þú sagði sci-fi það. Hvað heitir hún? Interstellar. Fannst hún góð? Geðveik. Hvað fannst þú geggjað með hana? Hún var bara svo djúp og bara svona mind-blowing. Þessi mynd, alltaf þegar ég horfa myndir, það er fyrir að hafa eitthvað svona áhrif á mér. Ok. Hún var gerðsannlega mind-blowing. Ég hef í mikið grænjað yfir henni, sko. Hágrænjað. Fannst þú sorgleg? Ég fór í henni í bíó, ég var þetta grínast. Hann komst ekki til dóttir sem hún eitthvað hinum með heiminn og hún heyrði eins og ekki í honum, hversu sad. Ég fór í bíó með einhverjum gæja sem að, ég var svona nýbúin að kynnast. Var hágrænandi við hliðanum, þú veist, var svona að reyna að sína ekki og hann fannst myndir ömulega, ég var svona, ok, þú ert ömulegur, peace. Peace out. Já, bara þú skildur hann ekki, bye. En var það date, svo? Sko, já og nei, við vorum bara vinir en þetta var eitthvað akkord, sko. Ég hitt hann ekkert aftur eftir þetta, sko, ég var bara svona, oh my god, peace, þetta var weird. Býtu, ok, þá verði ég að spyrja það, voru þessast vinir og bauð hann sinni bíó eða eitthvað slúðis? Sko, við fórum samt til Akureyrar og gistum þar, í sama rúmi, en ég var bara alveg uppi vegginn, það var heavy awkward, sko. Það ég vissi ekki, mér leiði eins og hann var búist við einhverju, en ég var bara, oh my god. Þú bara það ekki að gerast. I don't like you. En býtu, fóruð þá í bíó daginn eftir það? Við fórum kvöldið, held ég. Já, kvöldið, við gistum einu nátt á Akureyri. Þú veist, ætlum að vera nokkra nætur, ég bara, getum við farið heim. Og hann sagði ekki neitt við með allar leiðina heim, þegar ég var bara, vildi fara heim. Nei. Og ég var þetta ekki vandræðileg. Ekkert smá. En sér þess að þú fékkst góða sögur. Nefnilega, nákvæmlega. Þú ert að segja um þessu sögu og ég er að hlæja. Nákvæmlega. Það er sem ég segi alltaf um fólk að ef þú færði eitthvað tækjá til að gera eitthvað, þegar ég búið að gera eitthvað. Nákvæmlega, do it. Þú veist, í verstafalli. Nákvæmlega. Ok, reyndar í verstafalli, þannig að það er ekki það. Drepi. Við erum ekki að hlæja að morðum. Nei, það er ekki fyndið. Þetta er alltaf svo viðkomið í dag að allir miskir allt sem að segja. Við erum að hlæja hvað þetta er absúrt. En jú, það gæti orðið að versta. Já, þú veist, ekki treysta gaurum stelpur, verið bara heima. En annað do it. Já, og kannski eins og fyrsta date, ég skil alveg að þú ert stelpa og þú hitt eitthvað gaur, kannski hitt hann þá á kaffehúsi. Nákvæmlega. Eða skil kringum annað fólk, bara ekki eitthvað hei og fara að labba saman í öskjuhliðinni. Nákvæmlega, og það veist,
En sorglega það að segja, þú veist, strákar eru hættulegir í þetta. Já, líka, ég meina við strákar erum oftast sterkar og stærri og þyngri. Nefnilega, Þannig algjörlega. það er bara líffræðilegt. Nákvæmlega. Jú, ég veit að það er konur sem eru stærri og sterk alltaf, en svona meirihlutin. Já. Þannig ef ég fær á date, það þá minni líkur á því að ég myndi lendi í einhverju líkamlegri hættu. Ég gæti líklegast yfirbuga stelpuna ef hún eitthvað klikka um ráðastofi. Nákvæmlega. Þannig ég skil alveg hina hliðina, kona. Þess að ég hugsaði þetta þessu út í New York. Nákvæmlega. Þú veist, ég var kannski að labba heim með einhvern bakpoka við fartölum minni, klukka kannski 1:00 til. Ég að labba eitthvað í Brooklyn, einhver stað sem ég þekkti ekki það vel. Það kom alveg smá í mig bara, ok, á ég að vera stressaður eða? Emmett, og þú veist, ertu ekkert vanur hana? Ég ekki vanur, en svo kannski sá ég unga stelpur, unga konur. Oh my god. Þær labba bara einar. Emmett. Og ég hugsaði með mér, náttúrulega, ég hugsaði fyrst bara, ok, þeim virðist líða þokkalega. Emmett. Ef þær eru ekki hræddar, þá ætti mér að líða þokkalega vel. En ég hugsaði samt alveg bara, við erum ekkert í sömu spor. Nei, nákvæmlega, algjörlega. Og það er mjög erfitt. Og ég eins og það var í New York, bara að labba á götunum, allir kallar sem að fóru fram með mér, sögðu eitthvað við mig, skilju. Það er bara magnað catcalling í New York. Já, meinar eitthvað svona neikvægt? Nei, bara svona áreiti. Hey, sexy, eitthvað svona. Já, áreiti. Bara svona bípa á mig og bara skrúa niður klukkan, bara, hey, come on me. Ég hef aldrei fatt á svona gæða. Nei, þú veist, hvað fá þeir út úr þessu? Ég skil það ekki. Þeir reyna að vera töff fyrir vini sína? Þeir í alvörinu reyna að húka mann upp? Hvað er málið? Ég skil það. Líka bara svo á djamminu, þegar gæjar eru káfa okkur, þú veist. Þú veist, what? Það er mikil perrar, verið heima. Og ég var alveg slatta vinkonum, á margar svona vinkonum, og það er alveg sagt mér, svona svipaðar sögur. Jú, það gerist líka alveg fyrir að konur er alveg touchy-feely við gæja, sko. Klípa alveg í rass og gæjum. En ég skildi, láttum bara ekki koma við mig. Nákvæmlega, algjörlega. Og mér finnst alveg munur þegar kallar gera þetta konur. Konur eru hræddar við kalla út af history og alls konar sem hefur skeið. Og líka út af við svona talum kallar eru stærri og sterkari, skilur. Þeir eru meira ógnandi, skilur. Það gefur bara auga leið að það er meira ógnandi. En svo, ef að stelpa var að snerta mig, þá væri ég bara, hey, hæs þetta. En alveg saman hversu sætu gaurin væri, þá væri ég bara, what the fuck, hvað er þetta að gera, skilur? Back the fuck up. Ekki snerta mig, en ég leiði að gera. Nákvæmlega. Ég þól ekki svona. Og ég þól ekki einu svona ef að annar kall snerti mig, ekkert ennlega á kynferðslega nota, bara ekki snerti mig. Nei, nákvæmlega. Personal space, sem þekkja það ekki. Sem daginn, bara núna fyrir nokkuð daginn, fór ég til vinum minns. Það var fullt af einhverju vinum hans þar. Bara onni mér, tala hérna. Ég sagði þetta alltaf bara, ég sagði personal space. Hvað er eitthvað vond líkt um mig? Nei, bara personal space. Þetta verður mókar. Ég þarf bara personal space væntanlega, skilju, come on. Já, ég er svo 100% saman. Ég þól ekki að fólk kemur, bara svona, halló. Hvað gera? Nákvæmlega, back the fuck up. Mér sagði, ég vil ekki hafa mömmu mína hérna nált mér, skilju, bara, what the fuck? Kærist mér má vera svona nált mér. Já, nákvæmlega. Og sonur minn. Nákvæmlega. Og búið svo bara búið. Nákvæmlega. Svo var ég alltaf bara svona personal space og eitt bara, hvaða space? Ég bara svona, orkan sem er hérna í kringum mig, skilju. Don't get on it, skilju. Og þá skal ég bjóða þér bara nær mér, skilju. Emmett. Ekki bara koma inn, ég er svo sammálaður. Ég var líka bara erfitt með þetta svo að maður fór í Subway í Bandaríkjunum. Já, allir. Það er svo margir þarna og stundum var það svolítið, ég á alveg svona pínu erfitt með það. Emmett, það er eina svona góða við, þú veist, COVID, er að fólk þarf að vera landfræðir. Samt er eins og ekki virt það. Í búðum, svo þegar þetta var að byrja í fyrra, svo var ég röð, allir var onni mér. Ég er alveg bara svona sýndi, alveg bara svona að reyna að sína, ég vil að fara fjær mér. Þú átt að fara þess frá. Nákvæmlega, ég var alveg svona að labba, en þeir bara labba eftir mér, skilji ekki, ég vill ekki, hvað þýðir þetta? Þýðir þetta að koma nær mér? Ég er sammálaður að vissu leyti, sérstaklega í búðum, ekki vera andi í hálsmála. Nei, nákvæmlega, ég þarf ekki að heyra þig anda að finna það. Nei, og líka ekkert eitthvað bara út á COVID, mér finnst það bara óþægt við höfuð. Nákvæmlega, bara common sense. Bakkaði bara. Nákvæmlega. Back the fuck up. Þannig að já, þegar COVID kom, þá svona fekk maður aðeins meira space. Emmett. Ég fíla það. En samt er alveg fólk ekki, fatta það, Nei. What? En ég saknaði þess samt, að ég er svolítið svona knúsari á vina, skilji, ég er ekkert alveg ókunnið fólk, vini.
kannski, hei, ég ekki sé þig lengi. Nákvæmlega, það er Gaman eina að sjá svona, þig. nákvæmlega, núna er maður bara svona, hæ, veit ekki hvað. Já, og sérstaklega, þú veist, ég er að hitta því fyrir skipti, Já, mann langar svona að taka Venjulega maður má bara ekki. Já, sæl, Hafsteinn. nákvæmlega, en núna er eitthvað, og mér finnst það alveg pínu svona óþægilegt, mér Einmitt, finnst stundum maður þessi svona- dónulegur. nákvæmlega, maður veit ekki, maður svona, Já, bara á ég, bara svona, hæ, já, nákvæmlega, hæ, þú veist, hæ, nei, mér að því að það er misað líka hvort að fólk sé mikið fyrir það, Mhm, að taka í höndina, nákvæmlega. eða, ok, ég er kannski ekki faðmaði í fyrsta skipti, Bara hæ, en ég hef tekið höndina þér. einmitt, Nú nákvæmlega. náttúrulega á maður ekki að gera það, Nákvæmlega. og ég veit ekki það, mér finnst það pínu óþægilegt. Mhm. Ég sakna smá, sko, Svona basic, já. já, þessa snertingu, Mhm. og ég veit ég var að tala um áðan, ég vil helst ekki að fólk sé að snerta mig, en þú skilir hvað Ég við. skil hvað þú meinar, þú veist, Þú bara veist. svona mannleg samskipti, þú veist, bara svona, Þessi nánd og Nákvæmlega. við erum félagsverður. nákvæmlega, við þurfum nánd. Já, við Þótt að við þurfum líka personal space, skilur við. Já, personal space, en samt En samt nánd nánd. þegar þú vilt bjóða Nákvæmlega, upp á það. nákvæmlega, Skilur, þannig ef Nákvæmlega. ég var að faðma fólk, vini mína, Akkurat. eða vinkonur, fólki vildi það alveg, Mhm. skilur, ég var ekkert eitthvað, nákvæmlega, og líka maður geta lesi fólk. algjörlega, nákvæmlega, þú veist, eins og ég í búðinni, þú veist, come on. Já, þú þarf bara að vera blindur til þess að sjá, skilur, Nákvæmlega, þú ert ekki að fíla, Já, skilur, nákvæmlega. þetta getur stundur óþólandi. Herru. En segð mér, aðeins, hvernig var að búa í New York? Já, þú ert farið að vita það. Mhm. Geggjað, Nei, elskaði þetta. Hvað varst að gera það? Ég vil læra að skrifa handrit. Ú, Fór á svona 3 mánaða námskeið. ok, og ertu góður í það? Mér finnst það. Já, Skilur, næs. ég hef tekið þátt í keppnum og svona og gengið þokkalega. Gott að ég þið sem vinn. Ef þú vilt fá eitthvað til að skrifa eitthvað, það er alltaf brjálu vinna, þetta er erfitt. En mér varst mjög gaman að búa í New York. En trúi. Það sem ég fílaði við þessa borg er að þetta er svolítið svona hjá flestum, bara ég bögga þig ekki og þú bögga mig ekki. Emmett. Það hentar mínum persónulega mjög vel. Nákvæmlega, svona allir bara gera sér þeim. Já, og þetta er svo fjölbreytt staður og nákvæmlega. mér finnst rosalega gaman að horfa á fólk. Já, svona fylgjast, já. Ég er ekki alveg að stara, ekki En dóna bara sjá þá. fólk, já. Já, svona people watching. Því mér Nákvæmlega. finnst fólk yfir höfuð mjög áhugavert. Nákvæmlega. Og að sjá fólkið í New York, þetta er á Íslandi. Þetta er svolítið mikið svona, þú veist, kannski með 4 típur á strákum og 4 típur á stelpum. Þetta er svolítið svona mikið eins. Emmett. Allir í sömu úlpum, eins hárgreiðslu og allt þetta. Við erum svo lítið samfélag. Þessu New York. Nákvæmlega. Ég sá kannski gæja, hann var kannski í bleikum kjól með bleikan hár, þú veist, og virkaður og svona sérstakur. Fólk blikka ekki svona auga. Emmett. Ég fíla það. Mér finnst það geggjað. Getur bara verið þú sjálf og gert það sem þú fucking vilt, skilur. Já, Mér finnst Ísland mig að vera meira svo leiðis. Þú mátt ekki gera neitt líka við og þá er allir bara býtu, þú ert ekki eins og við. En það er líka að við erum svo bæld. Já. Við erum Íslendingar svona yfir höfuð, ég er svona vonandi að skána, en við virðumst vera rosalega bæld. Emmett. Og það sérst líka best bara, ég held að við séum með heimsmet í þunglindislyfja notkun, Nákvæmlega. en það talar enginn það. Emmett. Skilur þið? Sem er sad. Sem er svo skrítið. Emmett, ég fór um þetta story um daginn, fyrir nokkur mánuðum og þú veist, fór að tjá mig að ég var að byrja á þunglislyfjum. Og að bara því að þú veist, mér finnst svo mikilvægt að einhver tala um það. Já. Þú veist, ég var í mörg ára ekki á þunglislyfjum og var bara hefði þunglind. Já. Bara því mér fannst svo asnalegt ég vildi ekki þurfa að vera á þunglislyfjum. Já, þú veist kannski með eitthvað svona fordóma gafið lifinu eða eitthvað. Emmett. En af hverju er maður svona? Nákvæmlega. Þetta er svo brengla. Ísland er alveg depressing, maður. Kannski bara... Það er myrkur hérna 9 mánuði á ári. Nákvæmlega. Ég meina það bara fokkar í manni. Gjörsamlega. Það gerir það. Það sem er svo gaman út í New York. Ég læra rosalega mikið á þessum tíma. Þetta er alveg 10 ár síðan ég var það. Og það er tent sem ég langaði svona að komast það. Er ég númer 1, er ég að fíla að búa í Stórborg? Emmett. Er ég að fíla, finnst mér gaman að læra að sér að fara að læra? Emmett. Og þannig var ég single á þessum tíma. Ég var ekki með kynni kærstminu og ekki með spannið mig. Þetta er besta ákvörð sem ég tekið á æminni. Nice. Og því ég er rosa svona kassakall, ég þarf alltaf að skipa ekki allt. Já, ég skilja. Þarna hugsaði ég bara, fuck it, ég vil bara fara nú. Brjótast það. Já, brjótast út úr þessu kassa. Það sem kom mér mest óvart, hvað fólk var jákvætt. Ég var á þessu námskeiði, ég hef 20 ára manneskjur og ég segi eftir námskeiði, ég segi bara, veitir það, ég ætla bara að kýla á þetta. Ég ætla að prófa þetta. Bara að reyna að vinna við þetta. Nice. Allir að núti, já, þú eru geggjar í þessu, frábært, Vá, ég fíla það. Svo kem ég heim. Það að vinna við það?
Hvað er eitthvað peningur í því? Nákvæmlega. Ótrúlegt. Ég elska mitt mentalityð, þú veist, að nóti, sko. Mér fannst það svolítið mikill munur. Algjörlega. Það verður sem heima. Nákvæmlega. Svo líka fólkið á þessu námskið. Það var bara allir að viðurkenna. Já, ég var búin að segja sálfræðingum minna. Ég var að þerapast Nákvæmlega, þú veist, hvað er að fela? Þetta er ekkert þess að fela. Magna, sko. Já, þetta er ótrúlegt. Alveg í lokin, það var mjög gaman að tala við þig. Sömuleiðis. Og líka skemmtilegt, þetta er svona aðeins öðru sér þáttur. Við tala alls konar dót. Nákvæmlega, Það er líka gaman fyrir mig. Já, alltaf að tala bíómyndir. Alltaf að tala kannski sögu bíómyndar, þá aðeins öðruvísi. Ég verð að spyrja í lokin. Nafnið þitt, sérst rappnafnið þitt. Já. Ég veit þú heitir Steinun, en það er Stone Love. Ég býst við að þetta sé hérna bara svona, þú veit að leikaði með nafnið þitt, eða ekki? Jú. Já. Ég sko, hvaðan kom þetta? þegar ég var 10 ára, þá spurði ég, veist, bara mömmina, veist, hvað þýðir nafnið mitt á ensku? Bara randomly. Og hún sagði Stone Love. Og ég bara svona, Stone Love, hvernig meika það sens? Stone, steinn, og love er unn. Já, að unna. Ég bara svona, oh my god, mér fannst það geggja. Þetta ég bara frá því lítur alltaf gert svona hjörtu allstaðar. Bara það sé að skrifa undir eitthvað geðformlegt og gera ég svona hjarta yfir mitt og eitthvað. Og ég fór bara í skólan bara, já, nafnið mitt á ensku er Stone Love, og bara svona alltaf frá því að lítil mér langar alltaf að vera leikona eða eitthvað og ég bara svona þegar ég er fræg, þegar ég er stór þá ætla ég að heita Stone Love. En svo bara svona þegar ég var á Snapchat byrjað þar og svona smá Instagram þá bara svona breytti ég nafnið mínu í Stone Love með setur, skilju, og mér finnst það flottar heldur en bara venlegt S. Já, var það bara upp á svona lúkið, bara flottara? Já, og bara svona aðeins öðru heldur en eitthvað svona basic, skilju. Bara... Þaðan kemur þetta? Ástæður ég spyr að því að mér var stóðst að finna því ég er svona að fatta að já, hún er örugglega að leika sem nafni sér. Ég gerði svipað, svona í lokin. Ég gerði svipað því ég fór til New York. Ég ákvað, hún fór út. Ég ákvað, ég ætla ekki að heita í rauninni mínu nafni. Þannig ég bjóð, þeir eru úkislega lúðalegt, mér allir saman. Þannig ég ákvað að kalla sjálf mig, þetta hljóma svo klámstundina. Ég ákvað að kalla sjálf mig Rock Ocean. Rock Ocean, ég fíla Hafsteinn. Það bara sneri þessu við. Ég fíla. Og þegar ég var að panta kannski mið og eitthvað. Ég ætla að hljóma þessu klámnafn. Þetta er svo klámstundunafn, ég veit það. Þegar ég var að panta borðið eitthvað. Rock Ocean. Þá var það alltaf Mr. Ocean. Þegar ég kom á staðinn. Mr. Ocean, það er heavy. Og þá var sveit gaur sem sagði um mig út í New York. Og ég var svo glaður. Hann segir eitthvað svona, Mr. Ocean? Ég segi yes. Hann sagði bara, wow, that's a cool name. Og ég var bara, damn right. Damn right. Endum á þessu. Það var mjög gaman að fá þig. Sömuleiðis, takk fyrir það. Takk hérlega.